komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin í Chess After Dark. Það 252 í dag, kvöld. Þetta náttúrulega, það After Dark í kvöld. Já, einn af gamla skólanum. Já, einn af gamla skólanum með gamla skólanum vinnum. Já, ég ætla að gera þetta líka. Það var akkurat það. Það kaldi light og klassíku kaldi. Þið heyri lightin, við erum að keyra þetta í gang. Þetta kaldi light, það til? Já. En ég reyndar með, þú þarft aðeins að fara að fá smá bumbu sko, en ég hendi kalda bæta á þig. mig, ok. Já. Við erum með kalda, brugsmiðan kaldi, fyrsta handverksbrughús Íslands og markmið þeirra að brugga hágæða handverksbjór og einstöku vatni sem að íslensk náttúra hefur upp á að bjóða, ógerir sniddur bjór án rótavörnarefna eða viðbætt sykurs. Hafið þið farið í versmiðnastrákar, afsakið því? Hún rosalega. Geggjuð. Já, ég hef farið í bjórböðin sko. Já, ég líka. Þau eru rosa. Þau eru geggjuð. En bara fara síðan og fá að fara þarna í þessa versmiðu. Það svo fallegt að sjá bara hvað lítil fjölskylda sem byrja með business og svo sér maður þetta bara stækka og þetta er svo ógeðslega duglegt fólk. Og bara kudos. Þetta íslenski draumurinn, það nú bara þannig. Og svo það Volt, en ég kem kannski betra þeim á eftir af því að mér langar að kynna gesti kvöldsins til leiks. Það eru þeir Ríkharð Óskar Guðnason eða Rikki G, betur þekktur, þáttastjórnandi þungaveiktarinnar, kóngurinn á FM 957 og sín og góðunum þáttarins, verður hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir það drengir, hrikalega gaman að það heldur langt síðan ég var hjá okkur síðast. Það var í bílskúrnum síðast. Já, það var bara út á, það var í Vesturbænum. Það var þetta ágætis bílskúr. Það var helviti góður bílskúr. Menn í rauðu og ég þarf ekki að spila skák í kvöld samt. Nei, takk. Við þroskumst upp á því. Takk. Og svo það auðvitað Viktor Unnar Illugason, einn allra besti vinur þáttarins. Húsgagnið. Takk hérlega. Það var kóngurinn að hringja mig hann Árni Ígúl. Já, ok. Þurfti að skella á hann. Já. Hann að sponsa þáttinn, eða ekki? Jú. Ég fór í ferð með þeim hérna núna í loka apríl. Okay. Fórum til Argentario 4 gæjar sem þeir settu upp. Var það ekki ömurlegt? Það var alveg glatað. Nei, þetta er bara einn sturlaðasta ferð sem ég hef farið í og fíla þeirra ungir svona fresh gæjar byrja með svona business að það er allt upp á 10. Þeir eru svo mikið að passa að sé allt upp á 10 fyrir þig og þessi upplifun, ég fer í marga golfer en þessi upplifun í viku hjá okkur bara þetta er bara mín besta. Já, ég verð að spyrja það, allt upp á 10 eins og hvað? Senda Sko, ég vil þeim að fyrir oft í golferi með svona hefðbundi ferðaskrifstofum þegar eitthvað svona 60 gæi farastjóri búin að farastjóri svona 25 ára pínu krumpaður og svona og búin að gera þetta allt og lengi þá svona sækir eitthvað bara svona rúta þig bara svona með 60 öðrum í hópi en hjá Ígúlferðum þá sagði ég bara, herru, við erum 4 við ætlum bara að fara 4, eru þið með eitthvað? Já, við bara smíðum fyrir ykkur ferð, hvert langar ykkur að fara og hann sýndi mér bara velli og ég bara, herru, Ítalía, maður er alltaf á Spáni, sko. Herru, þetta, geturðu fengið eitthvað, offer í þetta? Hann bara, já, herru, hann var 48 klukkustundir liðu, hann var búin að gera okkur tilboð. Herru, nei, hann lét sækja okkur í Róm, að þegar 1,5 tími frá Róm, hildum bara við að taka leigubíl á resortið, nei, hann setti okkur í eitthvað svona benskutlu, lét bara resortið sækja okkur bara í leður bens, þá voru 30 stegi hittið þarna úti og airconditioni var þarna og kampænsflaska. Þetta er alvöru kóngur þessi gæði. Það bara, þú veist, við segjum bara ok, herru, svo komum við á resortið og svo ætlum við að fara að taka töskutna og bara no, inside. Máttum ekki taka töskutnar, svo mættu þarna, það var allt tilbúið bara á borðinu, við ekki að bíða í einhverju röð, það var bara búið að græja allt, vissum nákvæmlega hvernig við komum og svo er það besta, do you wanna play now? Ég bara, kom hann eitthvað 4, ég bara, isn't it dark? Yeah, you can just play in the dark. Og ég sagði, what? No, until it gets dark. Okay, can we go now? Yeah, the buggies are ready for you, sir. Shit. Þetta er svona dæmi. Já, þetta er alvöru fucking dæmi. Já, þetta er svona dæmi, það sem bara svona, ok, þetta er bara svona gæjar með þannig metnað, þeir gera allt til þess að láta þeir líða eins og kongi. Bara ef einhver er að fara til útlanda í golf og ef þið farið ekki gegnum Árna í Ígúl, er eitthvað að ykkur. Nei, bara eitt í fyrst ég get ekki beðið eftir að fara í næstu ferð á næsta ári, sko. Það er ótrúlega þetta. Hvernig hefur golfið gengið í sumar, Rikki? Mitt besta sumar til þessa. Já, ég var að horfa á okkar menn í Hóli Höggi. Já. Ég var að horfa á þig þar, ég er búin að horfa á svona 9 sinnum á þig þarna. Þessi sveifla hjá þér er ekkert eðlilega sexy. Þú fær ekki, hann er búin að tala þetta í allt kvöld. Já, ég er búin að nefna þetta síðan bara klukkan 5 í dag.
eðlilega fallegt sko. Bara þetta varst á öðrum teig. Já, Nú dróst Dróan hann til að hæ- og þetta er allt planað sko. Jöfull var þetta fallegt. Þið er að draga og svona, þú veist, en það sem hjálpaði mér, ég byrjaði 5 ára í golfi og byrjaði ég, þegar ég 10 ára er ég komið með 14 í forgjöf. Pappiðinn fyllti það skít. Pappi fyllti með að skýta, ég myndi geta eitthvað í fótbolta. Hann sagði ég ætti mögulega að vera atvinnum, það spilaði engin golf á Íslandi nema bara á sumrin. Hann hugsaði peningana. Já, hefði ég þess að fengi að halda áfram í golfinu, Það væri á túrnum. ef og hefði og allt það sko. Svo byrjaði ég ekki aftur fyrir 25 ára. Það liði 15 ár. En í dag með 3,9, ég tek það. Það er Já, þetta, ég horfi aftur og aftur og aftur og aftur á þetta sko. 25 ára, sama tíma þú fyrst ADHD í liðin. Rétt. Vá, þá var hann sennilega, ef hann hefði haldið áfram og farið á ADHD-lyfin, þá var hann að fara á túrin. Nei, þetta er svona eina mínum eftirsjám bara, þú veist, ég gæti náttúrulega ekki staðið í lappirna 10 ára sko, eðlilega sko, ég þurfti bara að hlýða, en bara ég fengið að halda áfram í golfi. Bara, En þú ert samt ennþá ungur og glæsilegur. Er skipið silt eða? hvað sér ég? Er skipið silt? Já, sko, en ég á Gæti verið á íslensku einn dans eftir á næsta ári sem ég ætla að taka. Ég ætla að taka þátt í Íslandsmótinu í höggleik 26. Ok. Væri það þá í fyrsta skipti að hefur tekið átt áður? Ég hef tekið tvisast þátt áður. Í Íslandsmótinu bara sem við erum að horfa í sjónarbyrnu. Já. Og hefur tekið tvisar sem þátt áður. Já, 2010 í Kiðjabergi Já. og svo var ég í Keflavík, Leirunni, Já. 2 árum setna held ég. En Mér finnst Stjáni með ljóta sveiflu með okkur, hann er góður. ljóta, hann forljótustu sveiflu, þú ert ekkert að vera eitthvað. Ég var hissa þegar ég sá En hann. málið er það, en Hann það sem er- Stjáni hann er Mæga, bara- hann er góður, sko. þetta er homemade, Já. fóreilegt í kennslu, en hann er bara búin að búa sér til Af því Hann er alveg góður sko. mjög fínn í golfi. Já. Stjáni er hörku kilvingur og Stjáni í stuttaspili er, þú veist, þar er hann bara Geggjaður. svindlkall sko. Já, því ég veit að hann er mjög góður. Þegar ég sá hann þá var ég svona bara Já, þetta er ekki svona alveg, þú veist, hann geti náttúrulega aldrei fara á Íslandsmótið af því að það væri náttúrulega ekki hægt að mynda þessu sveiflu í sjónvarpi. Nei, hún er ljót. Hún er bara ljót. En ég er búin að ná samningu við styrtarþjálfara og golfþjálfara í Ég sá það, þú vetur. varst í síðasta vetur varst í styrtarhúnni Já. út af gólfinu Já, sko. og ég mun gera það í vetur og ég ætla að Hjá koma Birki Vagn? Jú, hjá Sjáttu Vagninum hann, kóngurinn. og svo ætla ég að fara niður í 2 í forgjöf næsta sumar og ég ætla að vera í Íslandsmótinu 2026 og ég ætla að fara í það til þess að ná í gennum niðurskurinn og vera í TV. Ég fer þungur á Rikki tekur Vá. niðurskur sko. Já, lenginni. Já. Það verður góðu stuðull á Já, ég er að fara að heyra í Gústa núna sko. Já. Ég er að fara on á það sko. Já, takk. Takk fyrir það. Alveg íþróttamenn, þeir þurfa alveg íþróttafæði og stráka. Við vorum út að borða fyrir þáttinn. Já, heldur betur. Kannski ekki íþróttafæði. Jú. Ég veit ekki. Hvar voruð þið? Við stoppum við hambúrgarum, sko. Við litum ekki alveg á allan seðilinn, sko. Það var Hard Rock. já. Hard Rock. Hard Rock. Geð- Hvar eru þeir núna? Þeir eru hérna á móti MS. Gamla stróperi. Herru, þeir eru bara ennþá þar. Já, gæti ekki verið betur staðsettir. Stripstarna. Já, Já, gamla Segir. stróperis maður. Svo hérna Það var staður maður. Svo hérna í Austurstrætinu sko hérna fyndna við það sko ég hef nú sagt þetta sko ég hérna þegar ég er að byrja með DJ-feril þá er ég 19 ára þá fæ ég sem sagt sumarvinnu sem DJ og kynnur á Óðal í Austurstræti það var helviti svona það var merkilegt sumar Já. og hérna ég svona hugsaði eitthvað og mér er þess að mamma bara eitthvað ég get ekki bannar þetta út 19 ára ég náttúrulega hafa 25 ára aldurstakmarkinu á staðinn en ég mátti vinna þar mátti bara ekki, allir starfsmenn og þeir mátti ekki neitt áfengis þannig ég gæti unnið þarna herru, og ég var launþegi þarna í þokkabót sko. Veitu, hvað var svona go-to lagið á Óðal? herru, það var The Beloved og Sweet Harmony Sweet Harmony. Let's come together right now Já, gæðulegt. Já, þetta var rosalega mikið og svo þurfti maður bara að segja þú veist, let's put our hand together for a beautiful Miss Chantal svo kom hún á svið og þetta var þægilegt þú sko. varst að kynna þér inn og svona. Ég var að kynna þér inn og kynna út Glerhart. og segja mönnum að hérna, gefa gott tips Það var og... Clearheart, Viktor. Bara hafa verið að gera þetta 19 ára gammal. Það er að segja, þú veist, þetta er minning Já, einmitt, þetta er skemmtilegt. Blíharróðna fyrir alltaf 10. Fyndna við það sko að, hérna, ég var samt einhvern veginn bara í þannig þú veist, ég leit bara á þetta grínlaus sem vinnu Já. Þetta, þú veist, fyrstu 2-3 kvöldin, jú, þetta skrítið það koma þarna 19 ára þetta í gangi en svo bara eftir 3 daga, þú veist, maður bara maður var ekki að pæla í þessu sko Nei. það bara, maður var bara með blað, hver er að fara á sviði í kvöld
og svo bara mikrofóninn inn og hvaða lag þar Kendi er næst. Já, þú veist, þetta var bara nákvæmlega svona en ungur maður þurfti pening Ungur efnilegu græður, það akkurat það sem við viljum Já. En djúvölda matur er góður Hard Rock. Já, Hard Rock, svo förum aftur því Ég fór í Barcelona, mæli með djúvölda hann góð New maður York, það var ekki síðri Já, ég fór í eitthvað lavaburger þetta var helviti gott. Klassist, þetta var sko, svo þetta, aukþess sem þetta var gott þá var þjóðnin alveg kongur sko. Og Hann var líka þjónustan frá var Barcelona, sko. Já. Alltaf því ég fer til útlanda mér finnst ekkert skemmtilega við fórum til Kölnar og Plóter hérna þegar íslenska handboltalandsliðið var Hard Rock. Við fórum á Hard Rock í Köln Herru, við fórum í fyrst skipti Köln í viðkynni þetta er ekki fallegasta borg sem hefur komið til þetta var vetur en þetta var bara góðtústernangur við bara heldum í okkur á Hard Rock alla daga þetta var svo gaman Geggjaði kóktelar Það er málið sko Þetta var bara okkar félagsmyndstöð Þetta er geðveikt sko Og þarft ekki sem var útlanda. Veist af hverju Fer bara í bæinn. Það er bara nákvæmlega þannig En við byrjum á máluna Ég held að hlustendur getur sér til hvað er næst Það er United Leicester slysið Grimsby Það er Grimsby bræður Brothers Grimsby Við tökum auðvitað enska boltan betur setni í þettunum En þetta þurfum við að krifja Sko, Rikki, þú ert United maður Já. Þín fyrstu viðbröð Mín fyrstu viðbröð fyndið þetta kom mér ekki á óvart Nei. Þú lígur Nei, þetta kom mér ekki á óvart Ég er sammála Rikka Þetta var engin sjokk Nei, Þetta bjóst ég við að United myndi vinna En þegar ég sá 2-0 Grimsby 2-1 Vító Þetta var engin Hakan fór alls ekki í gólfið sko. málið er það Erum við ekki að tala saman Grimsby hérna Sjávarþorpi Jú, í fjórðu deildinni já. Þeir eru í D-deildinni, já Málið er það að ég ætla líka að setja þetta á stjórn Manchester United Þeir skilða vel Þeir vilja losna við Ten Hag Þeir vilja ráða ungan Portugala sem hefur bara spilað með eitt kerfi með einu liði hann virkaði í Portugal Hann kemur með sölupunktinn á stjórnina ég spila eingöngu þetta kerfi ef þið ætlaði að fá mig þá er það þetta kerfi og við munum söffera í vetur Ég man ekki eftir því að þriggja hafsenda kerfi í enska boltanum hafi virkað nema eitt tímabil hjá Antonio Conte með Chelsea á tímabili 2 voru flesti búinir að lesa þetta í gegn og hann er rekinn Tóku satt FA Cup á tímabili. Fæn, Okay. þú veist, ég meina það geta allir unni byggar, Vestri var að vinna byggarinn og þú veist, Fair. það er bara þannig ok, hann fær núna sumarglugga hann fær hérna tækifæri, hann tekur við liðunum miður tímabili, getur ekki segið og hann er ekki með leikmenn í kerfið sitt og allt þetta og allar afsakanir hjá honum í bókinni, gott og vel hann fær svo sumargluggan hann kaupir í stöður Matheus Cunha, ég hef aldrei séð hann spila í þessu kerfi hann kaupir Brian Mbeumo aldrei séð hann spila í þessu kerfi hann kaupir Benjamin Sesko aldrei séð hann spila í þessu kerfi er hann að kaupa vangbakverði í þetta kerfi sem þetta kerfi þrífst á það eru mennirnir sem eru vangbakverðinir það er til þess að þetta kerfi virki hann kaupir Patrick Dorgu í janúar frá Lecce hann er bara ennþá síðan með Diego Dalot hendur síðan Amad Diallo einum efnilegasta leikmanni United sem einhverjum vangbakverði hvert var helsta vandamál Manchester United á síðasta tímabili? Var það ekki markvörður? Jú. Er United búið að fá sér markvörð? Nei. Það eru svona eitthvað að pæli þessum belgaðana Já, ok. Eðlilega að pæli þessum málum. Fæn. Af hverju er ekki búið að gera það fyrr? Í gær mætti Andre Onana að sjálfsögðu gaf mark. Bayern Dýr gefur mark í fyrsta leik. Og þetta segir mér, hann neitar að breyta kerfi. Hann ætlar ekki að gera það. Hann segir að kerfið sé ekki vandamál. Sorry, he's gotta go. Já. Hann verður bara að fara. En nú horfði ég á viðtal við hann eftir leik í gær sagði hann eiginlega sagði af sér í þessu viðtali Hann er samt ennþá í starfi. Já, en hann basically sagði í viðtalinu ég ætla að klára hann að börnuleik svo labba ég Málið er það sem er líka með Ruben Amorim það sem ég finnst veikt að því að þú veist þegar þú ert knattspyrnustjóri sérstaklega hjá liðis og Manchester United sem voru eitt stæðsta félagslið í heimi þá ertu að vera með ákveðna áru yfir þér Já, hann getur ekki hort á vítaspyrnukefni sko.
Akkurat my point. Í gær á móti D-deildaliði Grimsby, hann var vaggandi þarna eins og hann var að rugga barni og hann með loku augun og gæti ekki hort á vítaspyrnukeppni á móti Grimsby í annar fyrir deildabikarsins. Hann var svo 20 þjálfari í 15 flokks. Veistu, þetta bara nei, ég meina, þú veist, ég hef reynt svona, þú veist, það gengur ekkert að reka enni þjálfarinn og eitthvað svona, en Mikael kom með þessi viðvörumerki mánuð eftir hann var ráðinn og þetta bara hárrétt hjá hann. Hann bara getur ekki valdið þessu starfi að því númer 1, hvað eru bestu stjórar í dag? Þeir adapta leikinn sinn. Þeir adapta eftir hverjum þeir eru að spila á móti. Hann spilar alltaf sama systemið. Hversu auðvelt að lesa þetta? Já, ég finnst svo skrítið að hann sé, veist, ég var sjálfur með svona þjálfara í fyrra sem að bara adaptaði aldrei nema í einum úrslitaleik sem hann vann til að sækja málum, en hann bara aldrei 9-11 skiptir ekki máli. It's how we play, mate. Ég var svo þreyttur á þessu að það hálfa væri nóg. Ég var svo fegin þegar hann var rekinn að þessi gæi, það var bara ein leið til þess að spila fótbolta. Það er ekki ein leið til að spila fótbolta. Tökum bara Thomas Frank sem dæmi. Hann búinn að fara í gegnum ykkur 3 leikkerfi núna bara síðan í 3 leikjum. Já, bara í 3 leikjum, 3 leikkerfi, 3 mismunandi og hann er, og það sem líka er að hann er búinn að vera sinni í nóvember þessi gæi. Thomas Frank byrjaði í júni, júli, hann kom seint, bara lok júni. Hann hefur ekki haft mikinn tíma til þess að menn adapti það sem hann er að reyna að sjá og gera, en þeir gera það. Hinn er búinn að vera sinni í nóvember og þetta er ekki ennþá farið að virka. Þetta eru 7, 8, 9 mánuðir. Já. Þetta eru 9 mánuðir, 1 undirbúningstímabil. Þau eru ekki ennþá konum með þetta. Ef að Jimmy Ratcliffe er að hlusta á chess, sem ég finnst ólíklegt, en málið það sem United þarf að gera núna, þeir þurfa að taka í gikkinn áður en að vera á seint og tímabilið farið. Já, þeir mega ekki gera þetta í nóvember. Eins og þeir gerðu með Ten Hag, þá var tímabilið farið. Þeir geta brugðist við núna og tímabilið er ekki ennþá farið, af því að horfum bara á hóp United, það er að gera hellingbennan hóp. Þetta er fíntlið, sko. Ég meina, en ok, tökum það, þú veist, fyrsti leikur á móti Arsenal, þeir eru bara fanta góður þó þeir tapir þessu leik. Máli var í fyrra, vandamáli var aldrei á móti Arsenal, Nei, Chelsea. United vann Manchester, Amorim vann Manchester City. Akkurat. Hann gætt gíra menn í jafntefli á móti Liverpool og Anfield. Það er ekki vesenið. Ég sagði það með mína vinni sem eru alveg mjög veikir United menn fyrir Arsenal-leikinn. Eftir Arsenal-leikin, þeir voru bara, þetta er geðveikt. Þá sagði ég, strákar, vandamáli var aldrei Arsenal, var aldrei Liverpool, var aldrei City. Og svo afsakið, svo til dæmis mátt ekki loka augunum. Hversu auðvelt er að gíra menn Arsenal heima í fyrstu umferð og 9 tímabili. Þú veist, Mækarinn gæti gert það og þeir myndu spila vel. Ég meina, þú veist, þetta er ekkert mál, þetta er fyrsti leikur, þetta er fyrsti heimaleikur og það er Old Trafford, það eru 9 leikmenn að koma. Eðlilega getur liðið spila góðan fótbolta, en svo bara eftir 2-3 leiki þá kemur Grimsby og þetta er dettið út og svo bara allt í náttúrulega veist að þá komur nóvember, við erum í 13. sæti. En ok, Grimsby er augljóslega hálmstráði sem er að brjóta bakið á kamildýrun á lélegri íslensku, en þú veist, ég heyrði ekkert háværar gagnrýnisrættir í United mönnum, þið voru nú bara ágætlega sátti með Amorim fyrir þennan leik eða hvað? Nei, ég hef aldrei sko málið það, ég er þannig að ég segi svona, ok, að því mæk bara, það er bara að reka hann að gæja, sko, bara, hann verður að fara, þetta er bara, þú veist, svona, en ég hugsa, ok, reka hann, en þú ert að vera með plan, ok, hvað stjóri getur komið núna inn í United og tekið hennan hóp og ég hugsa, það getur hellingastjórun tekið hennan hóp og spila rétt leikkerfi. Ég held samt, sko, það sem þú segir þetta, ég held samt að það geta ekki margir stjórar komið inn í þetta United-dæmi. Málið það? Þetta er svo ógeðslega stórt. Náum bara Íri Óla hjá Bornum. Nei, ég held að þetta er stórt fyrir hann. Ekki sammálaði. Þessi Íri Óla, hann er frábær þjálfari, ég sammálaði þar. Málið það, og líka með hann, ef þú hort á viðtölu við hann, he doesn't give a shit. Hann er með áru, hann er ekki glæsilegasti kallmaður sem ég hef séð, en hann veit bara nákvæmlega hvað hann er að gera. Ég er með eitt sem mér öskra á mig, það er bara að ekki Savi eða Nei. Unai Emery bara kalli þetta Villa og fara yfir. Ok, málið það, ég er alveg hrifinn af þessu.
Unai Emery er búinn að stýra þessum liðum. Já. Hann veit þekki Premier League. Gott sjátt, Unai Emery. Okkur bara vilja að fara niður brekkuna. Já. Bara ég ætla að hætta hérna, ég er búinn að gera allt sem ég get hérna, fór með 16 úrslit í meistaradeildinni, 8 úrslit fyrir geð, ég ætla að fara til United. Nei, ég geggja. Já, hann er líka, þú veist. Mér finnst þetta að vera svona obvious bara Unai Emery. En málið það, við vitum alveg hvernig það verður. Hann fær Burnley-leikinn, hann vinnur Burnley. Og ég held bara hann lappi sjálfur eftir Burnley. Nei, hann hefur ekki manndóm í það. Ég held það. Nei, hann er bara ekki með þannig ári, hann myndi ekki þóra að lappa út sjálfur. Ég held að eftir leikinn hann sagði bara, ok, leikmennir, þeir sögðu mig bara, þeir vil ekki sjá mig þetta lengur. Heldur að maður sem geti ekki hort á vítaspyrnukefni, geti lappað frá starfi í United bara. Já, hann vill ekki láta reyka sig. Hann veit að hann verður reykinn, hann vill ekki láta reyka sig, hann lappar eftir Burnley. Ég held að hann sé ekki svo stoltur. Ég held það. Vá, það væri þá það myndi komur óvart. Það væri statement. Ég er svona maður skiptir einhver máli hversu viss ég er. Ég er 90% viss að hann lappi eftir Burnley. En máli stóru mistök Manchester United fyrir þetta tímabil hafa ekki verið búnir að ná í alvöru markvörð. Það var staðan sem þurfti mest að styrkja og það þurfti að styrkja sérstaklega aðra vangbakverðarstöðuna, eiginlega báðar. Patrick Dorgu er góður squad player. Hann á aldrei að starta fyrir Manchester United í þessu leikkerfi, ekki fræðilegu möguleiki. Þetta er svona Crystal Palace leikmaður bara. Já, Vestafelli. Klart. Herrið strákar, svo er náttúrulega hellingur í deglunni. Breiðablik sækir Virtus heim. Hvernig er staðan það núna? Staðan 1-1 í hálfleik. 1-1. Nei, en Virtus fekk rautt spjald á 43, þannig þeir eru einum fleiri. Sko, ég veit ekki, er þeir að fara... Sorry, djöfull er þetta lélegt. Já, en eru þeir að fara að lenda í sama og fleiri að við erum bara á litlir í þessa keppnir í okkur, sko. Við vorum bara litlir í Danina. Ég hef aldrei, ég lýsti fyrirleiknum á Kópavogshvelli og ég var mættur þarna klukktíma fyrir leik og ég horfði síðan þegar þau byrjuðu að hita upp sérst Virtus og ég horfði bara, nei, þetta getur ég fór bara, nei, hvernig getur þetta alveg verið þarna? Ég sagði, nei, þetta er ekki ég horfði á í upphitun, ég hef aldrei séð svona Farmers-lík, bóndar. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara ég held að vera að byrja ég held að Breiðablik þetta var Breiðablik Old Boys á móti einhverju liði þetta var þannig upphitun hjá þeim þeir voru í einhverjum svona reit og sko hreyfðu sig ekki að það ég bara man ekki eftir annar eins upphitun og ég hugsaði bara því ég sá þessu upphitun og horfði á blikana allir fitt og svona þú veist þeir voru alveg að taka þessu alveg upphitun og ég horfði svo á hina ég sagði þessi leiku þetta getur verið helvíti ljótt þetta getur verið 6-0 sko nei meðal hryggjarsúlan í aldrei á miðjun og frammi þetta er 38-39 þetta er bara þetta er minn aldur það með að ég veit ekki alveg svona Blika náttúrulega bara í rauninni þetta er alltaf spurning með sjálfstraust íþróttir og sjálfstraust skipta mjög miklu máli Blikar voru ekki búin að vinna þetta í einhvern leikjum og svo þegar þú færð þetta lið frá San Marino hugsa, við eigum að vinna leik 6-0 þetta er alveg, þú þarft að gíra þig upp í ákveðið dæmi, það bara náðist ekki Blikar fengur fullt af færum en bara þegar sjálfstraustið er svona þá bara, eins og ég segi á fyrstu 10 mínútur áttu Blikar að búin að skora 3 mörk Já, en maður velti líka fyrir sér sko ok, við komumst áfram með þessu en við gerum ráð fyrir og við fylgjumst bara með þessu í þættinum en við Breiðablik á ekki mikla möguleika í þessari sambandsheild úrslitakeppninni þar að segja Af hverju ekki? Víkingur náði fullt af stigum Við erum bara að sjá framistöðu Blika í Evrópu Ok, já, ég meina það er eins og það er margt sem talar gegn því núna að Blikar geti náði einhver mörg stiga þarna en aftur á móti kemur þá er eins og Víkingur þeir eru bara búin að búa til svona ákveðna Evrópumaskínu í kringum liðið sitt liðið er bara hannað fyrir Evrópuleiki og ná í öll þessi stig þarna á síðast tímabili, Blikar hafa ekki ennþá náð í stig í Evrópu og Blikar fara áfram úr þessu einvígi en það þá að breyta svona aðeins hvernig ætlar að nálgast andstæðingarna síðan þú veist hvaða andstæðingar þetta fá og eins og ég segi, þetta er sambandsdeildin það er fullt af ömurlegum liðum hana og Blikar munu mæta slökum liðum sem þurfa bara að gera kröfu á annarkvort að vinna eða að fá jafntefli þú veist að fá 0 stig út úr núna nýju fyrirkomulagi sambandsdeilda þegar Blikar voru í sambandsdeild fyrst þá var þetta náttúrulega riðlakeppni núna er þetta bara deildakeppni og á einhverjum tímapunkti þá fær Breiðablik lið sem eru lélegir en þeir og Breiðablik mun fá 1 ef ekki 2 lið sem eru bara svipaðir geta á þeir
og þetta eru leiki sem þú þarft að sækja sigra og stig og þú ert líka að trúa því og geti það Ég hugsa að það við algjörlega vantað í leik íslenskra liða í Evrópukeppni. Ég hugsa bara það en það var ekki þannig á Víking Nei, Víkingar fóru bara óhrættir í fullta leikjum og uppskáru bara eftir því þanga til Bröndby brauta Þanga til þeir mættu Bröndby, já, Bröndby Þeir bóknuðu þá, þeir bóknuðu ekki, þeir brotnuðu bara, já, það getur gerst Já, en eins og hann að tala bara í bara sambandsdeildin sem slíkri í fyrra þá fóru þeir bara í leikin og þeir ætluðu bara að vinna þeir gerðu það og ætluðu bara að ná í stig Þeir voru ekki að hugsa, við erum eitthvað lítið lið frá Íslandi og bara gerðu helli og bara gerðu feiki við Hárrétt Já, það er rétt reyndar, sorry, bara eitt Breiðablika með herra markatvalju en Grimsby á transfer Já. Og svo náttúrulega hitti þessu ímynd ykkur fyrir Jason Daða Svanþórsson að vera mættan í Grimsby, fá þennan leik og vera meiddur Þetta er skemmilegt sko. Ég held að hann hefði skorað í gær grínlust Já, en hefði spilað hennar leik sko. Það Það er ekki verið neitt meira að skrifa í skíin var súrt en við erum auðvitað með Volt Já, Þeir ætla að færa ykkur landsleikja klukkan og ef að þú átt veitingastað eða ert að reka slíkan þá er spurning hvort þú ættir að heyri í Volt þetta er auðvitað ekki salab á allavega 2 fall sko. Mér skilst það, 91% af Volt-pöntunum er viðbótarsala sem Ég pantaði 2 bræðir ef ég gerði, ég hef aldrei fara á Sotto Nei, Nei, það er nokkuð Ekki fræðilega Hvað settir í þá? Herru, ég er rosalega mikið að vinna með sko, ég er mikill súkulæðikall Ég þristur í bræðir ef bara möst bara þristurinn verður að vera Svo er ég komin í skóarberjamix Það er eitthvað svona smá hart sko og veit ég Það er ekki hart skóarberjamix Nei, hart undir tönn Nei, það er mjög langt frá að vera hart Viktor Unnar sko, það er mjög langt frá því sko Ég er bara svona viðurkenda Það er eitthvað hartið það sko En hérna, síðan kemur rúsinn í pilsendanum Það er hérna vöffluform Choppa onni Ok Jöfull er það gott maður Það er nýtt, já Þetta er skemmtilega móli En Volt kom þetta til hans Já, klart mál og gerði það vel Líklega kom á Muna tips alltaf Já, alltaf til Alltaf tipsa Skilda Tip En við erum komin að landsliðinu Landsliðsjöfburinn auðvitað tilkynntur í gær og Arnar Gunnlaugsson er á leiðin til okkar í spjall annað kvöld Heldur betur maður Ég sá að þið settu þarna inn á fylgjandi ykkur á Facebook Akkurat Já, takk fyrir það Rittarargrúpan ætluðu að fara í efstu hillu þar eru þið ekki henni núna eða? Ég sá þetta líka Hvað fullir í gangi þetta? Ég sagði Við förum í efstu hillu á morgun Þú veist bara eins og hinn í gestinu hefur bara verið Hvað hillu erum við ekki þá? Birkir Við förum í efstu hillu á morgun Við fáum bara Rikka og Viktor í kvöld Þetta voru kalda kveðum maður Áfra gakk Viltu svara fyrir þetta bara næst í liður? Nei, ég meina, já, flott bara flott Herri Við höfum farið í það, sannleikurinn hans herri Gerðu það En við erum að tala um 2 leiki á móti Azerbaijan heima og Frökkum úti Fyrstu 2 leiki liðsins í undankeppni fyrir HM 2026 og við fengum hópinn tilkynntan í hádeginu í gær. Fyrsta spurning Viktor til þín Gaf Jói Berg ekki kost á sér eða var hann sennilega ekki valinn? Nei, hann bara meiddur hann var að byrja að æfa í dag eða gær þannig að hann bara gat ekki spilað þannig að það er bara mjög eðlilegt að hann sé ekki Þannig að hann hefði alltaf verið valinn Já, auðvitað hefði hann alltaf verið valinn en hann bara gat ekki komið að þessu sinni til miður Við sjáum 2 nýliði í hópnum Daniel Guðjónsson fylgir í kjölfar bræðra sinna og föður og Ég er þetta búin að, ég var að þjálfa þessa stráka þegar ég var í HK 2014-15 Þessi gæi var alltaf langt bestu sko Já, Yngsti það er áræðið þessi gæði Hann er rosalegur sko Já, einmitt, það er mikið verið talað um líka frá að hann var ungur sko en þú veist, svo náttúrulega var Andri Lukas að setja Já, þeir eru allir frábæru þetta Andri Lukas var í Real Madrid sko Ég segi það, já Því hvað ég er að rífa kjættina sko En Gísli Gotta einni tilkyndur Já Strákar, er þetta ekki bara gleðiefni? Er þetta ekki eftirlegin drengir? Mér finnst það flott, bara virkilega flott Ég hef samt vilja sjá Brynjólfur Vilhjálms Sammála Ég hef verið rosalega spennt fyrir honum Mér finnst Brynjólfur Vilhjálms vera besti leikmaður sem ég hef séð á Íslandi fá bolta með mann í bak Ég hef aldrei séð svona talent í því að fá boltan í fætu með mann í bak Ég bara
aldrei séð og svo er líka bara verið sjóðandi heitur búin að vera að skora en ég hefði Þetta voru vonbrigði bara Já, ég er bara pínu svektur að hann hafi ekki verið en ég hefði verið til í hann og þá þarf maður alltaf að taka Ég veit út að ég ætla að segja fyrir hvað Sævar Atla Sammála því líka sem var að fara með brann í Evrópudeildina Já, var að fara með branniðaldurinn hann samt inn í end að spila í Nóri hinn að spila í Holland og að skora í hver week in week out Þannig að ég hef alltaf viljað sjá Brynjólfur Williams fyrir Sævar með full respekt á Sævar og allt aðskilu en ég hef samt alltaf viljað sjá Brynjólfur Williams vera í hópnum annars er ég bara nokkuð ánægð með hópinn svona heilt yfir Já Þetta er rauninni bara, ég hef ekkert verið að bæta ég er ánægð með hópinn ég hef viljað, eins og Viktor sagði ég vilja sjá, komur á óvart að Arnar hef ekki valið Brynjólf í þennan hóp Gylfi sé ekki valin, kom það þér á óvart ekki? Nei, það komur ekki óvart Ég meina, af hverju ættu að velja hann? Er hann búin að vera frábær í sumar? Nei hann var geggjaður vissulega í Evrópuleikjunum en þú veist, þarfst ekki að sína meira en 2-3 leiki til þess að vera í landsliðinu þegar þú ert að spila á Íslandi Við erum bara fullstakt á miðjunni Við þurfum ekki Gylfa í dag eins og staðan núna Plús það, okkar bestu menn eru miðsvæðis við erum með Albert, við erum með Hákon við erum með Ísak, við erum með Teit Stefán Teit, já Stefán Teit Gylfi og Aron Einar í hafsendin Gylfi kannski Aron, já Já, með á móti Kosovo, það er svo sem það getur verið galið sko, það var athyglisverður seinni leikur Nei, þú veist Ég held að Arnar sé hans búin að læra bara svona aðeins núna, þú veist Vonandi Hann vildi koma inn svona með krafti búa til eitthvað svona smá breytingar og prófa eitthvað og svona sem bara gekk ekki Nei Nú held ég að Arnar sé svona, þú veist, aðeins að fá smá blóð på tannin fyrir starfinu Vonandi fer hann í Evrópu Arnar Já. Sækja úrslit Já, ég held hann sé svona þessi fyrstu leikir held svona þegar á botni var kvöld hafi honum verið þannig að sé saman hvort verið mjög þessari B-deild, þjóðdeildar eða C-deild hann var bara í einhverju svona smá mixi þar, hann var að prófa eitthvað og í þessum æfingaleikjum en nú erum við bara að koma í alvöru keppni og ég held núna að hann átti sig á því að þetta er úrslita drifin bransi En kannski ein spurning á mér, Aron Einar valin í hópinn kannski spurning að segja Kára og Raka líka Kári er í miðvíkdagsbolta bumbubolta á miðvíkdum hann er í standi ég væri pirrar, ég væri Kári nei, ég veist, Aron er auðvitað mikill leiðtogi ég held að þú veist, það sem að hann kemur með inn í hópin er auðvitað bara gríðlega þekking reynsla og svona bara, þú veist, bara svona gæðastjórnun sem að og hann er fully fit núna hann er, já Reyndar, ef einhvern tíma verið að gaggrita að hann sé valinn þá er það eiginlega síst það er ekki núna, það er ekki núna hann er að spila á fullu núna akkurat oft er hann ekki svona í sko leikmanna hóp þegar hann er valinn en núna, þú veist, á hann það skilið og bara fínt að hann sé þarna Ég langar að fá það hreint, strákar, við tölum það á þann að við erum með hörku miðju auðvitað margt ábútavant sérstaklega í vörninni en fáum bara bestu 11 Já, hver er Viktor? Ég sé Elías í markinu hann er að spila Spurning hvort þú fáum bara challenge jafn óðum í öfnil ef þú vilt Hákon og segja það Ég er sammála með Elias Mér finnst þetta að vera Sverrir og Daniel í hafsendum þó að Sverrir sig kannski ekki að spila núna þá er hann bara okkar langbesti hafsend náttúrulega Hörður er ekki í liði Nei Það er auðvitað að hafa hann ég myndi hafa Loga í vinstri og Guðlu Viktor í hægri Guðlu er bara feikilega góð varnarmaður, karakter og allt þetta Eitthvað tala saman það, Riki? Ég er bara með allt hana kerfi sem ég vil að Ísland spila Já, ég er ekki í hann er á, þú veist, potið að tala um 3 manna vörn ég er bara að pæla í eins og Arnar vill spila ég er ekki að pæla í 3 manna vörn af því að ég myndi vilja það eitthvað svo leiðis ég veit hann er ekki fara að gera hann er frekar að fara með Gulla inn á miðjuna eða eitthvað svo leiðis í þessu kerfi Fint að fá 2 vinkla bara Já, þannig að ég er bara að fara í það sem hann er að gera og þá er þetta rauninni bara allir heili, segir þið þannig að Jói er heill Já, allir heilir, já Ok, þá er þetta Jói Hákon Ísak á miðunni Jóndagur Albert og Orri frammi Við erum svo góðið fram á við, það er eiginlega galið Það er sturla hvað við fram á við sko Rikki Já, ég, eins og staðan í dag þá myndi ég sérstaklega á móti Frökkum Já, það bara er 5 manna vörn Já, ég er að segja það bara, sko, að því að Arnar hefur alveg spilað svona kerfi og einn af þessum 3 hafsendum dettur síðan inn á miðuna í uppspili Já
Ég myndi vilja sjá ef hann er að stilla upp liði bara núna. Ég væri til í að sjá Elías Rapp. Ég vil að hann sé í marki. Hann er að spila. Ég myndi vilja hafa Sverri Inga í hjartanu, í 3 hafsenda kerfi, með Aron Einar og Daniel Leo sér við hlið. Okay. Ég myndi vilja hafa Lóa Tómas og Mikael Egil sem vangbakverði. Mikael Egil þekkir það kerfi og Lói Tómasson er heitur. Já, og bara er sóknarþengjandi líka. Það er þetta að nota hann í þessu. Geggjaður í þessu kerfi. Ég myndi vilja hafa alvöru drifkraft á miðunni í Stefáni Teit, Ísak Bergmann og Hákon Arnari. Já. Ég myndi hafa síðan Albert fljótandi fyrir aftan Orra. Ég held þetta kerfi myndi henda okkur fáránlega vel. Ég er sko mjög sammála þessu. En þú veist, eina sem að trufla mig er bara 5-3 miðverðir, Ísland þunnir í miðvarastöðinu sko. Já, en hann samt leysir þetta með Aroni og Akkurat. En svo höfum við líka Hörð Björgvin í framtíðinni. Eina sem ég kannski sé við þetta Rikki Amorim, eina sem ég sé við þetta er kannski svolítið sóktjarfi bakverðir til dæmis á móti frökkum. Hvort við værum ekki meira með sko meiri varnar menn í bakverðunum Það er líka eins og á móti frökkum til dæmis. Já. En ég meina en Þú ert að fá Mbappé að ná þig en ég veit ég veit að Arnar er ekki að fara í þetta kerfi á móti Azerbaijan. En þá vil ég bara sjá, farið þá bara í grunngildin hjá Íslandi, farið þá bara í 4-4-2. Já, þú veist, það er alveg erfitt að skilja til dæmis Arnar Andra Lúkas eftir því að hann hefur verið frábær fyrir landsliðið Hann er frábær í 4-4-2 sem að vinna skítavinnuna og við erum rosalega bara vel að okkur fram á við í þessu sko í landsliðinu en veist, það er auðvitað ágefni að við séum ekki með fleiri hafsenda en samt svo fleiri hafsenda en þetta við erum með Hörð Björgvin sem var í Panathinaikos Já, og við veitum ekkert hvert það getur vel verið að hann fara í fínt lið við höfum séð það uppbóðsmannars Hörð Björgvin sér helviti góður Já, og ég meina Hörður Björgvin hefur alveg leyst marga góða hluti hjá íslenska landsliðinu en það sem Arnar þarf átt að segja á er að þú veist, þetta er ekki tími núna til þess að spila eitthvað tiki-taka eitthvað fallegan fótbolta, þetta eru úrslit mér er alveg sama á móti Azerbaijan, þetta verið drepleiðilegur leikur, ég vil bara sigur ég vil bara 1-0 Við sjáum bara Frakkland, við sjáum bara England Didier Deschamps spilar hundleiðilega fótbolta bestu landslið, þeim er drullu sama hvernig fótbolta spila, þau bara vinna leikina komast áfram skiptir ekkert, það er ekkert meira sem skiptir máli Úst, Jón á Ölver er ekki að fara kvart yfir því þegar við vinnum Azerbaijan hvað við áttum fáa sendingarna liðsins sko. Það er með drullu sama Jón. Og hann er ekki að fara að pæli hann er ekki Jón á Ölver bara hvað voru við með í XG í svona leika Nei, hann veit bara 3 stig sama, 3 stig punktur og hann fer sáttur heim og það fer Jón sáttur heim Þetta er nákvæmlega þannig, þetta er bara svona Þetta er bara svoleiðis, við þurfum bara úrslit Já, svo er hálft ár síðan hún að setja upp á Sorpusson getur gert það allt aftur á morgun En munum við komast á HM 2026? Nei Mér finnst það líka þú veist Þetta var fljótt, nei Já, þetta er aldrei Getum við mögulega lendi í þessu öðru sæti? Jú, það er alveg hægt en svo kemur umspil þú ert alltaf að fara að fá mjög sterka þjóð mér finnst ekki sængjarska hvert Arnar að gera þá kröfu á hann við verðum að fara á HM en ég ætla hins vegar að gera þá kröfu á hann berjist þetta annarsæti í riðlinum Já, það er alltaf leið Mér finnst það bara sængjurkrafa Já Við erum sammála þarna, það er bara fínt Hún finnst það spottið sjálfum líka bara Já, stilla væntingum með hóf, það er bara ágættu Nei, ég bara er nokkuð vissum það við sem ekki fara á HM Því miður Sko, já ef við horfum á þetta lið aðeins fram á við Albert Guðmunds, Orri Steinn, Hákon Sko, við erum auðvitað búin að vera þetta hefur svolítið verið þannig okkar við höfum verið með Eið Smára síðan tekur Gylfi við sem bara aðal maðurinn en hver ætlar að stíga upp og vera kóngurinn í landsliðinu? Hákon þarf að gera það Er það? Já, það er komið tíma á hann núna Albert er aðeins búin að gera það Albert getur alveg gert það ennþá, ekki miskilum mig Albert tók þetta Úkraínu umspilið og líka Ísrael Já En þetta er bara, nú er bara komið að Hákoni mótorinn aðal maðurinn Við þurfum að hafa svona gæja sögulega þurfum að hafa svona gæja Öllið þurfum að hafa svona gæja England með Harry Kane Er einhver annar en
hann Brynjólfur sem á að vera pirraður ekki í hópnum, við sáum að Arnór Sig ekki valinn, Arnór Ingvi ekki valinn, Arnór Ingvi mögulega Já. Arnór Sig getur ekki byrjað neitt en Arnór Ingvi mögulega Loyal Servant sko, Arnór Ingvi líka bara þú veist, hann skorar alltaf markaðna 2016 hann getur ekki endalaust lifað því en svona síðustu 2-3 ár fyrst mér búin að vera góður og hann spilar week in week out og spilar alltaf og bara búin og þegar hann með landsliðinu og hann bara segur og bara fínt og aldrei meiddur þannig að mér veist að hann má alveg vera mjög pirraður hann líka með sama element og okkar maður í Ígúl sko. Hann ennþá með Grettu unga mannsins hann með hana, hann langar ennþá í þetta svo svo glæsilegu líka sko. En einhver svona eitthvað nafn í hópnum sem við sáum bara þessi í hópnum? Nei, í raun og veru ekki þannig sko. Ekkert sem maður getur svona eitthvað bent það væri, þú veist, á þess að vera eitthvað leiðilegur þá væri það helst Aron bara út á hvernig hann var í síðasta glugga en eins og Rikki sagði, hann byrjar að spila meira núna, hann meira fitt núna og hann en var í þessi júní banni á móti Azerbaijan þannig að þú veist, mér finnst ekkert vera eitthvað svona obvious choice sem á ekki að vera þannig sko. Nei, en það væri leiðilegt sjátt það var líka bara leiðilegt að vera að segja það Það ágætt, þá landsliðið afgreitt, við komumst ekki á Anton Arne Við ætlum að færa okkur inn fyrir landsliðina, það besta deildin og hún í boði Neo Já, Neo nefnilega Neo alvöru og besta deildin bara, wow og það sem meira með Neo sko, þeir eru auðvitað á Laugaveginum og svo þeir í Hafnartorg Gallerí Leiðin í Smáralundina Já, ég matur, að þessi að breiða úr sér sko að því að þessi New York style pizza krusty, einhvern veginn litla pepperoni, ég er svo veikur fyrir því sko. Já, maður er veikur fyrir því 25% afsláttur með kóðanum K25 og sko, ég held sé bara ódýrasta máltíðin í Hafnartorgi Já, með okkar afslætti, klárlega með síðan ég 25, þannig við getum allir til þess að nýta sér það gjafverð en endaspretturinn framöndan í bestu deildinni og spennan Já, hún mikil, það einhvern veginn að koma á daginn að við settum erfiða heimavinna þá sko. Já, að þetta format, ég er alltaf að vera hrifnur Þetta er snill Já, ég er bara algjörlega sammála því Nú er Káir bara í neðri deildinu og ég get bara ekki beðið eftir þeim slag líka, sko. Það er bara spennandi Þetta er líka bara mest spennandi deild sem hefur nokkuð tíma verið það því að fullir Það er, þú veist Liðið sem endar í 7. sæti getur fallið Liðið í dag í 5. sæti getur fallið Það er rosa unbelievable En við ætlum að fá frá okkur báðum spá hvernig mótið endar nú þegar það eru 7 umferðir eftir byrjum á 12. sæti og vinnum okkur upp kannski bara skiptist á að byrja 12, 11, 10 og svo framvegis og svo myndum við líka velja að fá einhvern fyrir mótið so far ef mótið er bara flauta við dag COVID en ef að byrja á 12-unni bara Já, byrjum að rikka bara í 12-unni Já Var það rétt að rikka Jón Þór? Það er auðvitað að vera vitur eftir á en væri Jón Þór búinn að ná í fleiri stig núna eftir að Lárusson tók við? Nei, ekkert endilega það sem bara varð í að falli er bara að lykilmenn hjá þeim í fyrra mættu bara ekki til leiks Erik Sandberg, Jónas Wall Viktor Jónsson og Rúnar það er þetta að nefna þetta eru bara menn sem bara brugðust bara liðinu segjum það bara hreint út og það er ástæðan fyrir því ég held að Skaginn geti bara einfallega ekki haldið sér og þeir eru með þessi stig og það er svo rosalega langt núna í þetta og mér svona líður eins og bara fallfnikurinn sé orðin það sterkur og brekkan er bara orðin það brött að þeir eru bara ekki séns á að bjarga sér því miður Nei, Viktor Ég er samanlega þessu bara mjög saman Þeir eru svona 2 góða leiki núna ekki góða Aftureldingu og aftur IBF já, IBF úti afturheldingu heima heima skiptingin sko já, eins og Rikki segir bara líkilmenn eru bara ekki að delivera og öll lið einhvern veginn að taka stíg þeir sátu hjá þessu umferð sá einhvern veginn liðin í kringu sig vera delivera að einhverju leiti Káir taparendar, afturhelding taparendar þannig að en þetta eru 7 stig og mögulega mikið og heimurinn á í stig líka og mögulega markatælu og það eru allir að vinna alla þannig að þetta verður ótrúlega búið það? Já, ég segi þetta sem búið bara því með, ég þoli ekki að spá eitthvað þessi falli en ég bara sé ekki Skagan fara upp úr þessari
upp úr þessari brekku því Nei. miður. Það er samt miklu skemmtilega að spá núna þegar 20 umfyrir búnir heldur en þegar við erum að spá fyrirmót þá veit maður ekkert sko Nei. Viktor 11 11 ætla ég að setja bara ég ætla að setja aftur leiðilegt þetta eru 2 næstu liði núna ég ætla að setja afturöldingu Já, þeir eiga Skagan og þeir eiga aftur FH heima já. þeir geta vel unnið FH heima FH er ekki góður útivellir Og núna í túninu heima helgina. Já, þeir eru búin að vinna 1 leik útivelli FH afturöldingu eru búin að vera góðir á heimavelli hins vegar í sumar búin að vinna sem sagt hvernig unnið síðast í júni Þannig að ég ætla að hafa FH þarna Nei, afturöldingu segi ég Mér finnst svona botnin vera pínlítið dottin úr þessu þeir voru 2-0 yfir á móti Val í hálfleik voru bara að spila vel bara klúðra þessu bara mjög fljótlega í seinni hálfleik þannig að þú veist 1-0 yfir á móti KR sama saga. já, og ég horfði á afturöldinguleikin á móti Val og þá hugsaði ég svona ok, þú veist, þetta er lið sem að fellur bara sem að missi þennan leik í 4-2 bara á okkur kortir 20 mínútum þá hugsaði ég bara ok, þú veist langt síðan er unnu komið með eitthvað 4 jafntefli vissulega en eitthvað svoleiðis lélegir útivelli, fínur á heimavelli samt búin að missa svolítið dampin á heimavelli líka þeir eru byrjað að gera mikið af jafntöflum á heimavelli, voru að vinna alla leiki þar vissulega bara búin að tapa einu leik en byrjað að gera jafntöfli það líka þannig að ég sé, mér finnst KR, ég er búin að sjá svona mikil batamerki á þeim undanfærið IBVF, svona þú veist þeir vinna, tapa skiluru ég held að því miður bara að afturölding sé svona svolítið búið að planinu sprungið þar og þeir fara niður Richard IBVF 11. Já. Bara þetta mark sem þau fengi á sig í kriganum þegar Kjartan Kári var að fara að skjóta upp á hotfána fór í einhvern varnamann og inn þetta er það sem fellið þig þau tekið 3 stig þar en bara þetta Ólafur Heiðarsson er svo að fara fljótlega hann klára tímabili hann klára tímabili, jú, vissulega en hann er að fara það er annað ég held bara að þegar skiptingin kemur En er það trúðin á afturöldingu eða bara já, ég held að afturölding Maggi hefur svo brjálega trú hann selur svaðalega bara leikmunum og svona þó þeir hafi tapað þessum valsleik fæn, ég held að vinna FH helgina ég held að vinna bara FH heimavelli gæti hann alveg trúið því ég held að vinna bara FH það var vesen og þeir eiga síðan Skagan ef að Skaginn tapar næst þá held ég að það hanglaði sér bara svolítið farið og afturölding fara að vinna það en ég hef smá áhyggjur núna af Eyjamunum og ég er helvíti hræddur það að þeir endi í þessu 11. seti Rikki, 10. seti afturölding þeir rétt bjarga sér þeir bjarga sér ég held að Maggi ná einhvern veginn bara svona þeir eru með líka þeir eru ennþá með Mós og fílar bara að fara í fallbaráttu þeir verða bara með áhorfendur með sér og stemmingin þú veist það var enginn að búast inn en öðru nei, það er málið og þeir verða með það á meðan að Eyjamenn í neðri skiptingu þú veist, það verða 200 manns á leik í Vestmönnum allir að býja eftir að handboltinn byrji þar þú veist, þetta er handboltabær svona í grunninn ég ætla samt að segja ég ætla samt að gefa Láka það hann er búin að gera frábæra hluti Sammála. og rosalega litlu úr að móða, missa þarna Ómar Só missa Ólafur lengi hann er búin að gera þetta virkilega vel en að því að Íslandsmótið er í dag 27 leikir og held ég að muni draga IBF núna þegar liðurinn stundur og ég held að afturölding bjargi sér og verið í 10. seti Viktor, fáum við IBF? Nei fáið Fram Já, Rúnar Kristins Mér finnst bara Fram þeir voru helviti súrt eins og virkið segir ótrúlega súrt hjá þeim núna búin að vera bara lélegir undanfærið við sáum það líka hjá þeim í fyrra þeir enda mótið illa mér sýnist þeir vera að fara að gera aftur þeir losa sig við 3 leikmenn í glugganum taka engan inn í staðinn þannig að samkeppnunum stöðurna er ekki neitt þú veist það er engin að íta á leikmennanda til þess að gera betur til þess að halda sæti sinni í liðinu þannig að ég held að bara hrakfæri Fram haldi áfram og þeir endi í 10. seti Já, 9. seti, Viktor Vá, það var að tjekka ás Kalda gikk Það hlýtur á IBF Kalda gikkin Ég er með Kári 9. Nei Æja Já,
út sérfræðingurinn hérna. Nei, ég held það ekki, en ég með Káur nýndasæti. Já. Ég finnst bara Káur bara eins og bara frábælega skemmtilegt dæmi í gangi, frábælega, þú veist, allt gaman og ég held með þeim, en mér finnst bara þeir geta ekki varist fyrstu leikatriðum. Þeir eiga erfitt með lið sem að falla á mótið þeim. Við sáum að Afturelding gera það ekki, Breiðablik gera það ekki. Ef að Breiðablik og Afturelding hafi bara sjáum eins og Valur spilað á mótið þeim, þegar þeir bara fjallu tilbaka og refsuðu þeim. Þegar þeir fara í play-offsi núna, þá munur lið bara að gera þetta. Þeir munur bara falla tilbaka, verjast á 9 mönnum, sækja hratt. Ég held að Káur muni lenda í pínlullu vesinu þarna og lenda í 9. sæti. Gerðu það samt ekki fyrra. Nei, þeir stútuðu sér fyrra. Já, ekki 9. sæti. 9. sæti, já. Það verður Vestri. Já. Ok. Já, ég var alveg smá vesinu með þá að því að þeir eru náttúrulega byggamistrar. Ég held þeir þykki það bara. Já, er það ekki bara? Jú, ég meina þeir eru á leiðin í Evrópu. Og ég ætla að segja það að Vestri, þó þau verði í þessu 9. sæti, þeir verða samt munu, þeir eru 2 umferðir ekki, þá verða þeir ekki neitt í fallbaróttu. Ok. Ég ætla að segja að verði þannig, ég held því miður að þegar 2 umferðir eftir, þá er þetta svona nokkurn veginn farið að skýrast út. Já, það, já. Og ég ætla að segja að Vestri taki þetta 9. sæti, en þegar á botninu kvöld, þá verði þeim drullu saman það. Já. Og þeir eru að fara í Evrópu og munu styrkja hópinn bara ár eftir. Það er spennandi að sjá hvað þeir fá mikið budget fyrir næsta tímabil. Það verður eitthvað stemning hérna fyrir vestan, sko. Já, það verður blásið í alla herrlúðra. En ég held að Káur fari vestur og vinni vestra. Já. Og þeir endi sem sagt í neðri helmingnum. En það verði ekki þannig að þeir þurfa að hafa eitthvað áhyggjur. Nei, 8. sæti Richard. 8. sæti Káa. Já. Káa svona, minnst það alltaf svo ánæður. Þeir eru eiga svona 2-3 góða leiki í röð, sko, þá ára svo Hallgrímur Jónas verður svona pínu sattur bara. Herru, við erum geggjaðir. What? Þetta er bara klárt, sko. Erum við góðir? Já, við erum bara góðir og það er að sama, þú veist, þeir fara í þessa neðri skiptingu og þeir bara svona heilt yfir með hvernig móti byrjaði hjá hann, bara herru við tökum þetta 8. sæti og svo reynum við að styrkja liðið betur á næsta ári. Já, voru næsti búin að gera eitthvað mútið Silkeborg, frábært. Ég er mjög IBF. Já, Láki Árna, fyrir maður Árna. Já, Láki Árna fyrir maður Árna, við bara, hann er bara frábær þjálfari og ég held að muni ná sér í eitthvað stig og bara fara með liðið 8. sæti. Já, Viktor 7. Orðum það mér. Forsetabikarinn. Það eru mínir menn í Káa. Já. Ég veist bara að kvikna á þeim. 3. ári í röð sem taka fórsetabekkarinn. Þeir hljóta að vilja að taka fórsetabekkarinn 3 ári í röð frekar en að vera í 7. sæti. Þú veitir svo hvernig það er erfiðar að verja byggarinn og sækja byggarinn. En þeir eru konum með reynsli að verja byggarinn. Nei, mér veist bara vera góða bragar á þeim. Hallgrímur Mar er bara gamli, hann bara gamli Hallgrímur Mar, frábær. Mér veist þessi færi, hvað heitir hann? Jóhann Símonsen. Mér veist hann vera svona aðeins að detta í gang. Mér svona eiga vökina inni. Eiga hann inni. Já, hann er komið 0 mörk. Og hann skora hann 1 mark. Það var eitthvað gaman. Og þetta eina mark tryggið þeim í 7. sæti. Já. Frá vökinni. Mér veist vera svona stígandi í þessu hjá þeim. Þeir eiga Vestra og þeir eiga hvað aftur? Einn annan er viðbót. Þeir eiga Vestra og En ok, sorry, að meina Leifur tekkar á þessu. Sko, er þessi meðalmennska bara lægi á Akureyri? Þeir ætla að byrja móti bara svo bjána. Já, þeir gera það alltaf. Já, það gerðu það líka fyrir. Annað ári í röð sem er byrjað svo bjána. Þau þurfa að taka núna bara stóran og langan fund eftir tímabil. Akkur byrjum eins og aumingjar. Ef þeir var að spila núna allt tímabili eins og þeir að spila núna og verður bara berjast jafnvel bara Evrópu. En þú veist, auðvitað þurfa að breyta því en eins og staðan er í dag og þetta er bara sama móti á Fram og Káa í dag. Káa er að byrja vel, enda illa. Nei, Fram segi ég, menn að Káa er að byrja hræðilega og enda mjög vel. Já. Ég held að þetta verði Þetta eru kunnuleg stef. Þannig að ég held að Káa kannski er hún að bara 18 leikja maður. Já. Ég veit það ekki. Er ekki fórsetabekkarinn? Þetta er nýtt fyrir honum. FH. Já, þeir fara neðra að play-offið. Já. Já, afturreiting og það vinnur FH, já, ok. Ég held að FH
endi í næra playoffinu en ég held að Heimir berji þá einhver í menn og selji þeim hérna við ætlum að enda efstir í næra playoffinu fá hann á fósetabikar og vinni svona þú veist þessa leiki á heimavelli sem þið fá þá því þeir eru enda þarna í kringum 7 og fá náttúrulega 3 heimaleiki sem ég held þið vinni alla þá held ég að FH endi í þessu 7. sæti. Það ekki bara fínn árangur? Nei, alls ekki. Fyrir tímabili, ég held að við höfum þess að rækta hér Viktor Unnar, menn var spáðum bara falli með að við styrkingar á lauginni. Höddi Maggjara, hann veikur FH-ingur. Já, Höddi gera það. Þetta ég get lofa því að það engin í Hafnarfirði sáttu við endi í neðra play-offi. Ekki einn. Nei. En, þú veist, mér finnst þetta samt ekkert horror hjá þeim. Jú. Þetta er FH. Þetta er FH. Mér finnst þetta, já, ég veit þetta er FH, en þetta er FH eins og United. Þetta er, þú veist, þetta er ekkert... En hvað á þá að gera? Það þarf þá ekki breytingar? Ætlar ekki FH að vera... Mér finnst að FH þurfi svolítið bara að taka bara, bara hérna er 5 ára project. En þeir eru búin að vera í því núna undan fyrir ár. Já, við veitum að koma okkur aftur í efstu röð. En er ekki bara það er projekt sem er í gangi samt sko. En menn kíkja bara í fjárfjárskistuna og það er bara engisbreytiljó. Já, það er ekki kes. Ég meina, besti leikmanni þeirra er 35 ára. Já, Björn Daniel. Kjartan Kári er enda geðvikur. Já, hann er geðvikur núna. Þeir eru með Kjartan Kári, þeir eru með Tómas ungur, skilur. Mér finnst FH vera svolítið í svona resetti. Mér finnst 7. sæti, auðvitað vildu mennið ekki fyrir tímabilið. Mér finnst þetta ekki hræðilegt. Nei, þetta er ekki hræðilegt, ég er alveg saman á því bara... En auðvitað voru kannski horfa í 5. eða eitthvað svo leiðis. En gat FH fyrir tímabil hort í topp 4. Segðu mig bara alveg svo er. Já, 4. Nei, Breiðablik, Stjarnan, sko málið það Víkingur, Valur. Gátu þeir hort í topp 4? Klárlega fyrir Stjörnuna. Akkur átti Stjarnan að vera átó í topp 4 með hvernig við voru að byrja. Með hópin, bara fyrir tímabil. Finnst þér fyrir utan Stephen Kolker? Nei, áður en að Stjarnan byrjaði tímabilið. Já. Hefurðu sagt að FH væri með betri ekki mikið verið hóp. Með Emil, með hann hérna Andra Rúnar, með Örvar Eggert, með hérna hann hérna á miðunni Samuel Kára, með Gumma Kri, með hann hérna í bakvörunni sem kom úr atvinnumennsku. Þetta er svona 4-falt til 5-falt í þeirra hópur sko. Með miðumann hérna sem að þeir keyptu úr atvinnumennskunni, hvað heit hann aftur? Okkur er allt stólið mig núna. Sóttu halvt landslið frá Sierra Leone núna. Ég er að tala um þetta fyrir tímabili sem að hann hérna okkur manni ekki hvað hann heitir. Hver? Það er að tala um Alex Þór Hauksson eða? Ok, tökum hann líka, Alex Þór, en ég er ekki að tala um hann. Ég er að tala um hann hérna. Tekur þetta bara á morgun? Ég tek hann ekki á morgun, ég ætla bara... Hvað er staðkvæmt með hverju maður? Hann á miðjunni, hjá Stjörnunni. Þeir voru með hann á láni í fyrra, þeir keyptu hann. Já, ok. Nei. Við þurfum að vita hverju þetta... Þú ert ekki að tala um Daniel Finns, Við tala um Guðmundur Nökkva. Guðmundur Nökkva Baldvins. Já, Alex Þór, þú veist, Samuel. Mér finnst þetta Stjörnulið betra heldur en FH. Já, ok. Þetta er betra lið. Er það ekki? Þeir eru með 2 topp framherja. Þeir eru með Benedikt Warren á 15 milljónir. Þeir eru með Örvar Eggert sem er góður leikmaður. Hann er komið 9-10 mörk núna í sumar. Þeir eru með alla hinna gæjana. Ok, ég skal gefa það Stjörnin, en af hverju gat FH ekki rökstutt það geta enda í efri 6? Nei, ég er að segja að 7. sæti er ekkert hræðilegt fyrir FH. Okay. FH er bara 5. til 7. sæti. Ok. Ég er að segja neðan 7. er FH hræðilegt, en 5. til 7. er bara fínt fyrir Stjörnuna. Nei, fyrir FH. Þetta er bara, jú, 5. sæti hefur verið gott fyrir þá. 7. sæti fínt, 7. sæti la, en þeir eru bara 5. til 7. sæti. Þeir eru bara, hinn fjólinn eru betri, hinn liðin eru verri. 5. til 7. sæti er bara FH. Er það ekki það? Jú, Rikki, 7. sæti. Fram. Já. Þeir ná Evra playoff. Þeir ná Evra playoff. Ég held að Rúnar, svona þekkjandi Rúnar og það, og held ég að ná að berja menn aðeins núna í gang og segja svona hvað er undir og annað, þá held ég að hún takist það og þeir ná að enda í Evra playoffi og það verður fagnað það mikið í Úlfarsadalum að þeir vinna sennilega ekki leik í Evra playoffi. 7. sæti er bara flott þar. Viktor? Já, vestri. Já.
þar, 7. sæti og bygatill og geðveikt bara Þá er Davíð Smári þjálfar ásins já, hann þjálfari Sama hver niðurstaðan er með Íslandsmeistaratitil ef að Davíð Smári endar í 7. sæti með Vestra og byggar þjálfar ásins Já, samanlega bara Vestri En er hann ekki bara lokt sem þjálfari ásins? Nei, ég geti fallið Nei, ég segi, ef hann fellur ekki byggarmeistari, þú veist, er það ekki merkilegra heldur en að Túfa sigla Val eða Víkingur að vinna Íslandsmeistaratitilin? Er ekki þegar stærra afrek eða? jú, það er það sko Ég ætla samt að segja ef að Túfa klárar Íslandsmeistaratitilin sammála með Túfa þá er, hann fer í byggarúrslit og það var enginn að tala um Val sem Íslandsmeistarakandidata fyrir þetta tímabil ef að Túfa tekur titil Íslandsmeistaratitil og fer í byggarúrslit þá er hann sjálfkjörinn þjálfar ásins Viktor, 5. sæti ég set F á þar Já ég held að F á fari núna eftir að hafa smakkað á því að vinna útivelli Breiðablik, held ég að þeir fari núna og vinni afturölding útivelli og séu svolítið búið að En muniðu spila hann ægilega góðan fótbolta? F á? Já Kjartan henni mikið Kjartan henni pæli mikið í því hvort hann spila ná góðan fótbolta en ég held að F á vinni afturölding og ég held að þeir bara svona haldi svona að einhverju þetta dampi Ef að það gerist þá verður botbaráttan ekki spennandi þá verður þetta bara í á afturölding þú veist og þá getur við bara fengið hundleðilegt móti í skiptingunni sko. Þess vegna sett ég allavega í neðri Ég er að tala um það sko Þess vegna var ég með afturölding að það því ég held að F á fari og vinni þarna sko. Ég held að gera það sko. Rikki, 5. Káur Já, það er alveg stökk að það er rosalegt Káur vinnur síðustu 2 leikina sína og þeir enda í topp 6 með 29 stig og dugar Víkingur og Vestri Þeir vinna Vestra og þeir vinna Víking síðan heima Hvernig heldur að Káur verði í skiptingunni? Veistla Óskar Rapp með þennan fótbolta engu að tapa hann er að fara að taka stig af öllum þessum liðum Þetta verður geðveikt Ég er að segja þér að hann vinnur örugglega 2 af þessum 3 lið hann vinnur 2 af þessum 3 liður sem er að berja sem titilin Óskar í topp 6 baráttu verður besti fótbolti sem pressa á sér þetta verður eitthvað mesta ég er svolítið að gera þetta líka bara því mér langar þetta svo mikið Nei, þú ert að vinna þarna, þú verður að fá þetta Þetta yrði mesta veisla Íslands sögunar að KR ná að enda með 29 stigin á markatölunni í topp 6 og ég get lofa ykkur því að það liggja allir þessi þjálfarar á bæn þetta má ekki gerast Þetta er geðveikt Herri, maður peppast það ég gýraðist við þetta En veitir, nú er ekki sérstaklega starffræði Káur vinnur þessar 2 leiki sem eftir eru þá öryggir í Nei, það er svolítið að gerast Ég þarf að tapa einum Vestri má ekki vinna neitt Nei, KR þarf að vinna Vestra næstu helgi sem er held að þið geri og þeir vinna síðan bara Víking í Vesturbænum í loka umfyrinni Það væri svo stórt og ég held að KR fari þá sennilega á markatölu í topp 6 ef ég er búin að rekna þessu úrslitir rétt Sko, maður sjá, Vestri og Káa er eitthvað annan Já Vestri og Káa og KR eftir Viktor, 5 ég byrjaði Ég ætla bara að henda því Þetta fýblast tímur Já, ég var ansað fólki Það var að fylgjast með Það er 4. sæti, Viktor Nei, ég byrjaði að fá það í 5. Þannig að Rikki á að gera 4 Ég er að grili þér, Rikki á að gera Það haldið mér á tánum Ánæði með Hörðu það Stjarnan Já Þrátt fyrir góð úrslit upp á síðkastið Þetta eru falska vonir En með þessum fótbolta sem þeir eru að spila og ég var að lýsa þessum leik í Vesturbænum að þetta getur ekki haldið svona áfram lengi Ég skal veikina, ég horfði ekki á hana leik Er þetta bara eitthvað disaster? Málið það, Jökull greinlega orðin hann er greinlega orðin úrslitadrifin ég kann að meta það en face the facts að Stjarnan er Stók og hann Tony Pulis bara í dulageru eins og staðni núna Er það ekki ekki núna? Nei, bara bombuðu fram bara Átni Snær sendi á Markmann Káur svona 7 sinnum í leiknum Þeir taka alltaf löng innköst með Samúel Kára þeir komast í átt að vítateg anstæðingana og ok, ef þú vilt spila svona fótboltar en ná í úrslit, hann náði úrslitin í Vesturbænum bara so be it en Stók enda aldrei ofar með Tony Pulis en í 10. sæti og það verður þannig að þeir tapa einhverjum leikjum síðan núna þetta er mjög einfalt Já, Viktor, 4. Breiðablik
Nú Breiðablik að fara í sambandsdeildina Rétt í deildakeppni þar og ég held að bara fókusin verði svolítið á því í úrslitakeppninni, þetta byrjar í september. Það hendur bara Evrópusæti frá sig þá? Já, ég held að þeir missi Stjörnuna upp fyrir sig og Val og Víking og endi í fjórðasæti í sumar. Þeir hafa ekki verið að sýna okkur það í sumar að þeir höndli báða keppninar á sama tíma. Víkingur gerði það ekki fyrir heldur. Víkingur, samt þeir töpuðu samt bara rétt í síðasta leik. Blikarnir eru svolítið svona að tala eftir 27 leiki, ekki eftir 26. Mér finnst blikarnir lengra frá því að gera þetta eins og Víkandi gerðu. Þeir eru náttúrulega Víkandi í fyrra hingu á línni með þessu í fyrra, þeir bara vinna ótrúlega úrslit, Skaginn og allt þetta skilurðu. Mér finnst líka bara Breiðablik ekki hafa verið samverðið sumar. Mér finnst líki leikmenn í sumar sem er rosa 23 líkt af þessu sko. Já, bara Óli Valur, Anton Logi, mér finnst ekki hafa verið spes. Mér finnst Valgerindar hafa verið fínn. Já, fínn Tóbías byrjaði frábærlega, svona dreigði rosalega af honum. Mér finnst blikarnir svolítið vera sattir. Ég held að þeir fari í Evrópu og bara þar við situr og ég held að deildin minn svolítið sitt á hakanum eftir það. Já, Viktor, þriðja sæti ég með Val. Já. Þetta var að spá stjörnur í titlinum með það er ekki eitthvað með blástursmæli þetta. Nei, hann myndi kolfalla því. Ástæðan fyrir með Val í fyrsta sæti er að þeir eru náttúrulega búin að missa Tómas Bent eins og allir vita. Með þriðja sæti. Já, þriðja sæti. Þeir eru náttúrulega búin að missa Tómas Bent, þeir eru búin að missa Patrik Pedersen og ég las það frá þínum heimildamanni í morgun að Fredrik Skram með brjóskloss. Okay. Og ef þeir missa hann líka Er það sami heimildamæður og sagði Heimir Hallgríms að vera að fara að taka það á hliðarenda? Vissulega, já. Þannig að ég er að byggja þetta svolítið á Kristjáni Óla. Hann er ekki með brjóskloss. Hann er ekki með brjóskloss? Nei. Ok. Ég er svolítið að byggja þetta á Kristjáni Óla. Þess vegna er ég með Val í þriðja sæti. Hann var ekki með á æfingum daginn, ég var að heyra það. Jú, hann var með allir æfingunni, hann bara, það var eitthvað skotaðingi restina og fór hann bara. Sem hann nefndi ekki, að því hann var að byrja á morgun. Hörru, ég ætla einstrákar. Viktor, við þurfum að vera með smá standardinn í tjess, sko. Ég tók Kristján Óla trúalegum og ég held að hann væri með brjóskloss, þannig að þess vegna sett ég Val, að missa þessa 3 leikmenn er bara heldur dýrt. Já, Rikki, þriðja sæti. Þriðja sæti er ég með Breiðablik. Já. Ég er með Blikan í þriðja, þeir taka þetta Evrópusæti og ég held svona, þú veist, þeir fara að setja markið á, þú veist, þeir ætla að fá ná í peninga. Þú fær ekki peninga fyrir að tapa Evrópuleikjum, þú fær ekki krónu fyrir það. Nei. Þú fær peninga fyrir að ná í jafntefli, fyrir að ná í sigra og ég held að það verður svolítið fókusin, ég er svolítið sammála Viktori þar en ég held að sem nái alltaf þessu þriðja sæti. Þeir klára á það. Munu þeir vel við una? Nei, ekki tannig, en áfram í Evrópu. Já. Og svo er það bara næsta ár. En ég held að Blikar eru bara töluvert betra lið en Stjarnan og ég held að Blikar klári þetta þriðja sæti og ég held að verði 4-5 stigum á undan Stjörnunni þegar það gerist. En það verður svona skellur fyrir okkur Blika næst tímabili bara, ekki lið frá San Marino, hérna bara í fyrstu annar umferð. Já, en þetta er bara síðan að deildinni var skipt og við fórum í þessi path að það er bara erfiðar að verja titla í dag. Já, það er bara erfitt. En þá kemur við aftur því að þið vorum að tala sko ásættanlegt eða vonbrigði fyrir tímabili, er þetta ekki bara fínt eða? Nei. Áfram í Evrópu? Jó, fínt, bara komast í riðlakeppni og þriðja sæti. Já. Það er ekki aðvitað. Ég er að segja það. Hlýtur eru ásættanlegur árangur. Allir komast í þessa riðlakeppni. Í Champions League, það er eins og Bjarni Guðjóns talaði þegar hann var hjá okkur í daginn. Það er bara, UEFA er bara að gefa peninga. Já. En við sættum okkur við 500 milljónir á þriðja sæti. Já. Birkir, við erum Blikar. Ég ætla samt að segja eitt hérna að því við erum að tala um Breiðablik. Þá Halldór Árnason gerir frábæra hluti á síðast tímabili, bara frábæra. Gerir það á Íslandsmeisturum og fyrsta tímabili sem aðalþjálfari. Major respect, major árangur. En Blikar hafa bara ekki verið góður á þessu tímabili. Við skulum bara tala hreint út. Agree. Ég skil ekki tímasetninguna á að endurnýja samningi við Halldór Árnason á miðju tímabili. Það er hægt að setjast niður eftir tímabil. Leifum tímabilin að klárast. Það var ekkert lið í Svíþjóð á eftir Halldór Árna eins og var á eftir Arnari Gunnlaugs hjá Víkingum. Ég er ótrúlega samanlösu að því að það var enginn að búast við hann í rekin. Nei. Það var enginn á eftir honum. Setjumst bara niður eftir sísonið. Það lá
ekkert á þessu Nei, klárum þess að 20 leiki setjum svo bara niður í kaffibolla og... skrifum undir samning áframgak það lá ekkert á þessu En ég held að hvort sem er, þú veist, Halldór Arnarsson verður bara áfram með Breiðablik Já, og hann var alltaf að fara að vera áfram með Breiðablik Já, ég get alveg tekið undir Martin að segja Eiginlega allt. Hvert eru þá komin strákar? Við erum komin í annars eða Rikka, hann er basically að fara að segja hver við Íslamestari núna Þannig að Rikki kláraði bara annað á fyrsta ég á fyrsta seti sko Já, en það verður nokkuð augljóst að hann segir annars seti Valsmenn taka silfrið Já, Valsmenn taka silfrið spyr út í blikan á hann ásættanlegt Valsmenn annars seti, byggarúslit Já, ég ætla að segja að það sé bara ásættilegur árangur og Túfa verður þá bara áfram með lið frábær árangur Já, ég myndi bara segja það var enginn að tala um Val að Valur ætti möguleika í að vera Íslandsmeistari fyrir þetta tímabil Ég er hins vegar það hefur ekkert farið fram með ég gall haru Valsari Já, og Alla Gretasmaður Já, bara Addi Gretas einn af mínum bestu vinnum en það skiptir ekki máli, ég var Valsari löngu undan honum á hann að hann kom í Val það sem ég er ekki hins vegar Varstu fúll af vaffu og hætti? ég bara hef verið Valsari sem ég fór á fyrsta leiki með pappa heitnum 1992 þegar Antoni Karl Gregori hendi í hjólspennina ég mun aldrei gleyma því Hjólan og lögðsvöldi en þú veist ég var teinda svona sinni sko ég ætla bara að segja það var alveg motherfucker sko Ríksmyndi vildi eitthvað bæta við þetta alveg gæði sko Já, það er fórum oft yfir hjólan á lögðsvöldunum hvað er 82 eða eitthvað svo leiðis 92 segi 92 Herðu, hérna nú kemur þetta í hátíð sko, ef við bara tökum Val þá fyrir tímabil hefði ykkur sagt við mig bikarúrslit og annarsæti, myndur þú taka það? Ég hef sagt já á stundinni ég hélt að Valur væri bara mögulega að fara í eitthvað svona 5. sæti, 4. sæti bara ekki fara að komast í Evrópu Túfa er búin að gera virkilega vel ég aftur á móti velti fyrir mér og þetta er mögulega ekkert í höndum Túfa að Valur geti leyft sér að selja Thomas Bent þeir vilja auðvitað ekki standa í vegi fyrir honum að fara í atvinnumennsku en þegar hann kemur hann að meina þá gjörbreytist liðið bara drif mótor það sem ég seti eins og spurningamerki við þá ef að stjórninu með þetta selja Thomas Bent og þeir senda Orra Hrafn á lán til KR það kemur enginn í staðinn ef að ég hef verið Túfa þá hef ég sagt ok, ég get ekki gert það við að fara að selja hann til Hearts og eitthvað svona ég þarf að fá eitthvað í staðinn hann hefur pottitt gert það Pottet Þú vannst með hann, Viktor Já, hann hefur 100% það er það sem verður til þess að Valur verður ekki Íslandsmeistari Það er þá bara stjórnvals Já. það er málið Túfa hefur 100% gert það Já, þá er ekkert þetta að setja út á hann þá er hann pirraður þeir að láta 2 fara við erum að fara að lána hennan og þessi er að seljast ég þarf að fá miðjumann ég þarf að fá okkur alvöru gæin á miðjuna hjá mér hann kemur ekki en að því sögðu það var ekkert að sjá fyrir varandi, Túfa gat ekki sé fyrir ég missi síðan Patrik Pedersen eftir bikarúrslitaleikin gæi búin að skora 18 mörk og að fara að slá öll met sem hann hægt var að slá en núna hins vegar er Túfa í þeirri stöðu að selja hver af ykkur sem hafa fengið að spila minna í sumar hver af ykkur ætlar að stíga upp hver af ykkur ætlar að stíga upp Adam Mæri sem hefur fengið lítið af mínútum hann byrjaði síðasta leik, það tækifæri fyrir hann Aron Jóhannsson, frábært mark á móti Aftureldingu það eru fullt af gæjum í Val ennþá maður horfir á bekkinn, þetta er hörkulið ennþá en þetta eru samt gæjarnir sem hafa verið þarna síðustu ár þess sem þeir eru ekki deliverað akkurat, núna er bara talið eftir 27 leiki og eins og ég segi annarsætið sem þýðir að þessir gæjar sem fengi minna mínútum þeir stigu ekki upp Nei. þeir fengu tækifæri til þess Já, mjög gott, Viktor annarsæti Ég ætla að bæta einu við að sjá Orra í KR bara ok, ég reyndar að setja fyrirvara á hann svo mætir hann, hann er líka prímusmótor, geðveikur jafnvægispunktur hann er svo lár og djöflast sko Valur, þeir eru með ekkert eðlilega mikið af góðum leikmur það er hafsjór leikmur sem bara sjá ekki grasið Ég ætla að fá að segja eitt þegar að Orri fór í KR þá ég er í svona eitrum grúpum sem með KR-ingum Eitrum kallmennska það er þinn síðasti Ég sagði við þá, Orri verður frábær í KR en Orri var ekki góður í Val Orri var ekkit spes í Val Túfa notaði hann ekki
Arnar notaði hann ekki Orri var bara ekki að finna sig í val en Orri verður frábæri káar og ég byrja á öðru setinu þá er ég að gefa hvað ég segi í fyrsta seti eins og ég líka Já, ég er ekki með sama Ég ætla að segja fyrsta seti mitt Ok, gerðu það bara Þú vorst að fara að segja Stjarnan Ég ætla að stýra sem þetta, ég ætla að segja Stjarnan Jesus Christ Stjarnan Herri þú Stjarnan verður Íslandsmeistari Á ég var að tjekka á teipunum með það Tjekka á teipunum Ég vil núna 40% ekki af þessu er að ég kom inn að fyrir tímabil og sagði að Stjarnan gæti alveg orðið Íslandsmeistari í sumar Nú ætla ég bara svona að taka við stjórnandan eins og þegar Kristján Óli þetta spáði Manchester United titlinum á síðast tímabili þá ætla ég bara að spyrja þig Viktorunar ég ætla bara að fá rökstýringu á bak við þetta Rökstýringu minn er að sko nú ætla ég að setja mig í stöð þeir hafa ekki tapað leik síðan að Kolka mætti vörðan í það þannig að vörðin er mjög góð hjá þeim þeir eru með frábært sóknarlið þeir spiluðu illa á móti KR en þeir unnu samt þannig að þeir eru farin að vinna leikina sem eru lélegir í ég trúi því að spilamennskan hjá Stjörnunni muni þeir geti unni leik eftir leik með svona spilamennskan Nei, ég trúi því að spilamennskan hjá Stjörnunni muni bætast eftir verða betri og betri eftir því sem að álíður eftir að Kolka mætir inn þegar eiga Emil Atla inni hann á eftir að koma inn í liði núna hvað er langt í hann? Vika 10 dagar, 2 vikur, max þannig að hann verður komin í úrslitakefnina þannig að þeir eiga hann inni mér finnst Víkingur ekki vera samfærandi Víkingar tóku vestar núna og rústuðu þeim en var einhver hérna inni sem að hélt einhvað annað en að Víkingur myndi pakka vestar saman eftir að þeir eru bikarmeistarar Nei mér finnst Víkingar ekki hafa verið samfærandi mér finnst vera allt og mikið Finnst þið Stjarnansast hafa verið sannfærandi? Nei, það sem ég er að segja er að ég held að þeir munu bæta leiksinn það sem að líður á núna tímabilið ég held að þeir séu að toppa á hárréttum tíma þeir eru að toppa núna síðustu 8 leiki er Stjarnan að fara að ná sínu præmi Þeir eru ekki að toppa neitt Jú, þeir eru að grænda sig núna þú getur farið á rönn þú getur farið á einhvers konar rönn og grænda sigra ég er að segja, en núna eru þeir að fara þeir eiga, það sem ég er að segja sólinn skín ekki inn í hundsraskat marga mánuði, sko, það gerist 2-3 leiki ég er að segja ekki, þeir eru að grænda út sigra það sem eru lélegir já, ég er að segja, þeir eiga eftir að toppa þeir eru ekki búnir að toppa á tímabilinu hvernig heldur þið toppi? Er það með breyttu leikskipulagi? Hættir Árnisnær að sparka til næsta markvarðar? Þegar Emil kemur inn í liðið þá held ég að þeir munu bætast örlítið betur með Warren og með Örvar Ekkis á kontónum ég held að þeir munu verða aðeins betri meðan Jóhann á miðunni ég held að þetta verði alltaf svona step by step örlítið betra en eins og ég segi 40% er af því að ég spáði þeim sigri fyrir tímabil og ég ætla að halda mig við það Viktorinn, ég held að þú gætir spilað 90 mínútur á fótbolta tekið sokkiðinn hendunum í pott og selt te bara bókstaflega selt frábær sölumæður, samanlega að hlusta þig, selja Tottenham og segja núna Stjörnuna Íslandsmeistara hann á Tottenham eftir það er bara að þú veist já, Tottenham eftir þetta sko býðið bara þetta er náttúrulega, þetta er bara, já mér finnst Stjarnan bara, þeir geta farið í það að negla fram og vinna þeir gera það bara þeir eru búin að vera að gera það þeir geta spila góðan fótbolta við höfum alveg séð það við höfum séð það þeir eiga besta leikmann sinn inni þeir eru konið með geggjaðan hafsend hvað hefur verið vesinni á Stjörnunni? Vörnin þeir eru konið með fokkin fyrirvændi leikmann Liverpool og Tottenham í hafsend já, nú fattaði þetta Tottenham af hverju haldið þið að þeir getið það ekki? Finnst ykkur strákar? að þú getur ekki treyst á það að skora hotspinnu af hverju ekki? Arsenal vann Arsenal titil eða? Nei, en skoruðu þeir ekki hellingur hotspinnum? Já, en hvað, færðu þið það með eitthvað? Finnst ykkur Víkingur hafa verið svona geggjaðir? Finnst ykkur Breiðablik hafa verið geggjaðir? Rikki, þú með Víking Finnst ykkur Víkingur hafa verið svona geggjaðir? Já, ég er með Víking já, ég held að Víkingur bara knúsa þessu heim En finnst þið Víkingar hafa verið svona frábærir? Nei, hefur Stjarnan verið frábært? Nei Valur hefur ekki verið frábær Þetta mótið er bara svona í ár Já, ég veit það, mótið svona ár En þið finnst Víkingar ekki hafa verið geggjaðir? Nei, ekki geggjaðir En aftur á móti kemur Þá eru Víkingur bara með þannig breytt
núna, En er eina sem þeir að Stjarnan- hugsa með deild En er Stjarnan ekki með þannig breytt? Einu sem þeir hugsa er deild. eina sem hugsa deild, já, ok Eru þeir ekki að með bera breytt? saman hópin hjá Þeir- Víking og Stjörninni í alvörunni eða? Hvað kefti Víkingur marga leikmenn í gluggunum? Þurftu þeir að gera það? Hvað kefti Stjarnan marga leikmenn í gluggunum? 3. Þeir kom í miðjum glugga Þeir keftu 3 leikmenn. leikmenn sem Stephen Kolker sagði við hérna, Jökull, gamli, þú ert að fara að kaupa þessa gæja og svo er ég að fara að taka jobbið þetta tímabili bæði á veit, sko Já, eftir að ég sigli þessu með þér. Já, Nei, menn þeir keftu 3 leikmenn. Þeir styrtu sig. Gerðu Víkingar það? þau eru ekki að gera það Gunnar Vatnamur er að Þeir koma eru nú eftir nokkra daga Riki, þeir eru 2 stigum á undan Stjörnunni, sko. Já, Akkur, Stjarnan styrti sig. finnst þér líklegt Mér finnst þegar það. að Víkingur lendir fyrir ofan Stjörnuna, hvernig er það ef að Stjarnan endar í segjum að Stjarnan endi í 4. sæti eftir skiptingu og Víkingur endar í öðru sæti og eftir val er þá Stjarnan með heimaleikin gegn Víkingi eða Víkingur með heimaleikin gegn Stjörnunni það skiptir svolítið máli Já. Spurum Erum við alveg að ræða hvort að Stjarnan verði Íslandsmeistari? Viktor rónaði þetta Pandora-box. Ég opnaði Fantasy-bóksi. Já, það er náttúrulega aldrei að fara að gerast þannig að við þurfum ekki ánir á að gera því Ég segi bara að Víkingur vinni þetta Þeir eru með leikmenn sem eru búin að gera þetta áður Hvaða leikmenn? Nei. Þú fattar hann að frasa. Ég fattaði það. Þetta er bara sama safn að Þetta er bara sama safn að motherfuckerum Hérna, Evrópa datt út eftir Brøndby ógeðslega leiðilegt Víkingur á Breiðablik næsta leik. Víkingur vinnur þann leik Hvenær hefur Víkingur unni, hvað er langt síðan að Víkingur var Breiðablik? Það getur verið eitthvað tími síðan en þeir vinna alltaf Breiðablik Þeir eru að koma úr Stjarnan á Káa í næsta leik. Þú veist að Breiðablik er þannig klúbbur að Breiðablik er núna að fara að hella í sig í þessum tölu orðum í flugvélni Ég spáði Þeir eru history making Ég spáði 4. sæti. Já, history making Víkingur vinnur alltaf Breiðablik á sunnudaginn En ef að Víkingur tapar á móti Breiðablik þá er Stjarnan mögulega komið fyrir ofan þá. Já, en það er bara ef Víkingur vinnur Breiðablik á sunnudaginn Já. Ef og hefði, sjáumundi. Herru, slútaði bestu með þessum spurningum 8 hendur Hafleifur, á og hund. það voru góð. Já, ég held að þetta hefði verið Þetta var mjög gott. Já, gaman að enda þetta á smá Þetta- tertu á, ég segi ykkur og það. spara tertuna Ég ákvað Stjörnuna á klostuna á það. Já, það var ekki mikið á bakvið þetta sko En Ég var með- ég skal segja ég var með Víking. Ég skal gera eitt, Viktor Unnar Ef að Stjarnan fyrir Íslandsmeistari Hvað þá skal ég hitta þig og þú stendur fyrir frammi og ég skal fara á hnén og hneigja mig fyrir þér Jolli, Já. do your thing. Já, þá skal ég taka leik sem boltasækir og opna leik næst tímpili á Stjarni Það er aldrei að fara að gerast En Það gæti alveg gæst. það er bara aldrei að fara að gerast Herri, rennum hratt yfir þetta Við erum búin að fara yfir meistarana En ef við fæði frá okkur báðum Riki, byrjum á þér Hvað lið hefur komið mest á óvart? Mest á óvart Má ekki vera gott eða slæmt? Jú, bara að tólka á... Það sem hefur komið Ég verð náttúrulega bara að henda Vestri náttúrulega bara hefur komið Þú veist, ég hefði fyrir tímabilið ykkur sagt Davíð Smári ennþá í topp 6 er að 2 fyrir eftir fyrir skiptingu og búin að vinna bikar Nei, ég hefði ekki giskað á það Bara Davíð Smári bara allt respekt á hann að gæja Þetta virðist bara að vera þjálfar úr efstu hillu Hann getur selt leikmönnum ótrúlegustu hluti Hann getur sagt við leikmenn þú ert sturlar úr besti gæni í þessari deild og leikmæðurinn trúið því Já. Þetta Hann er er- eftir að Og hitta. hann er þannig. líka, hann er ógæðislega góður að finna leikmenn. Já. Já. Það með já, ég ætla að segja bara að Vestræfintýri þau komir gríðlega óvart Vestra komir ekkert Ég er með Vestra og IBF. Já. Það var ekki, þú gast ekki fundi mann á Íslandi Ég held að IBF myndi fá svona sem að 9 spáði stíð ekki IBF sammála því. lang næsta seti. Þannig að Vestri klárlega og IBF. Já. Og verðum að gefa, sorry, ég ætla bara að segja, verðum að gefa þeim það að svo geti IBF fallið, skilur. Já. En bara eins og staðan er í dag Algjörlega Fyrir bara beint í næsta sæning tímabilsins til þessa Fredrik Skram í Val Sama, Fredrikskam. Já. Bara Valur væri núna í svona 4. til 5. sæti giska, já Fredrikskam, þeir bara tóku besta markmann deildarinnar og ég fer ekki vonaði hann er lang já. besti markmann deildarinnar. Og hann gerir líka hafsenda fyrir fram að sé betri grínlust og markurur gera það ekki oft Nei. Ég hef hort á hann að gæja að verja ótrúlegustu hluti. Hann er
Hann er lang besti markmaður á landinu. Ég væri til að Arna heyra Gunnlaugs, þetta hlusta? Er ekki dálítið þannig? Hann er meiddur. Já, brjósklós. Hann er brjósklós. Komst ekki í landslið. eitt sem Ég sendi þessa spurningu á okkur fyrir Arnar á morgun. Hvar er skram? Hvar er skram? Eitt anti-sæning að Daði hafi fengið þetta tímabil mestmegnis með vestra er náttúrulega heldur heppilegt en hvaða leikmaður hefur gjörsamlega sprungið út á tímabilinu? Vúk, Thomas Bent Já, ég er með það líka. Ég er með Vúk líka. Vúk og Thomas Bent, já. Já. En Thomas Bent bara náði ekki að spila. Já, þú þátti Thomas Bent. Hann kemur, sko, Thomas Bent næri hrunni samt bara einhverjum 6 halvöru leikir með Val. Já. Þetta er svo lítið. En svo er hann seldur til Hearts í Skotlandi. Já, ég veit það. Ég er sammála því. Þú veist, þegar að Thomas Bent kemur í Vali, ég segi svona, hvað gæi og rýpi vaff, ok, og svona, en þú veist, þegar hann kemur síðan inn í lið og næri þessum 5-6 leikjum bara, Valsliðið var bara allt annað, þetta var bara allt annað lið, en ég verð að vera sammála, ég var með hann á blaði líka. Vúk, Óskar Dimitrievits, undir stjórn Rúnars Kristinssonar, þetta var sturlað. Langar að hrósa bæði Rúnari og átakanlegt að fylgjast með Vúk ár eftir ár, valda vonbrigðum með alla þessa hæfileika. Ég hugsaði ekki Thomas Bent eitthvað ótrúlegt. Ég var bara með Vúk á blaði, sko. Ég vissi að þetta er nákvæmlega leikmaður sem að Valur vantaði. Já. En ég held ég að skoða svona 90 vídeo á honum síðasta haust. Ég var bara með Vúk á blaði, það var einu sem kom til mér, sko. Verstu kaup tímabilsins? Marius Lundimó. Nei, það mátt ekki byrja. Marius Lundimó, ok. Ég er með Anton Loga og Óla Vall. Marius Lundimó. Já, leiðu þar að googla sko. Það er leikmaður sem Valur keypti Leikmaður í fyrir Val, netfé, miðjumaður. Hann er á alvöru samningi. Alltaf meiddur. Með frábæran prófíl. En ef að stjórn Vals og þeir hefðu unnið heimaunna sína, þá hefðu þeir átt að vita það að þessi gæi geti ekki spilað nema svona kannski max 5 leiki á Hann var samt frábær í tímabili. byggastarleiknum. Já, alveg geggjaður. Nettu gaur, minnum við svolítið að Rasmus Kristjáns. Eru menn ósamanum þér hérna, Anton Logi, hversu mikið bjuggustu við hann fyrir tímabil? Anton Logi byrjaði vel. Ég held að myndi taka yfir deildina. Ég held það líka. Finnst þið hann búin að vera að gera það? Nei. Ég hef ekki heyrt minnst á hann í svona 3 mánuði. Nei. Og Óli Valur alltaf, já. Keyptur á metfé, var frábær í vetur, hefur ekki skilað raskat í sumar. Sorry. Þetta er kannski, við afgreiðum vonbrigðin bara í leiðinni. Já, Viktor kláraði þetta aldrei. Vonbrigðin. Já. Er þá bara liðið að leikmaður eða? Það með ég bara velja sko. Já, ég er með annað þar. Mestu vonbrigðin? Ég bara verið að henda því á Skagamenn. Ég spáði Skaganum í 5. sæti fyrir tímabilið. Ég held bara að Skaginn væri svona komið á þann stað. Herðu, maður geti mögulega að fyrir að sjá Skagan bara svona í að challengea alvöru bara svona. Þú veist, það voru challenge á Evrópu í fyrra. Ég sagði, nú held ég að taki skrefið áfram og farið mögulega í Evrópu. Ég hefði fáránlega trú á Skaganum fyrir þetta tímabili. Ég held ég að spáðum 4. eða 5. sæti og þessi vonbrigði bara og aftur er Skaginn að þurfa að íta á reset. Er það Jón Þór eða er það Skaginn? Skaginn bara. Við erum ekki getað neitt eftir að Jón Þór hætti heldur sko. Þú veist, það er ekkert að setja þetta yfir á Jón Þór. Þeir hafa ekkert verið betri eftir að Lárus Orri tók við. Bara gríðarlega vonbrigði, þetta er bara, ég finnst það ótrúlegt. Vonbrigðin hjá mér eru bara pínlítið hversu fáir svona ungir leikmenn mér að hafa tekið yfir í deildinni. Finnst í rauninni bara Jói Bjarna hafa gert það. Svo finnst mér líka vonbrigð stóru kaupin hjá bæði Breiðablik og Víking. Mér finnst það hafa verið vonbrigði í sumar. Kýlu sig. Hvað með Jói Bjarna? Mér finnst Jói Bjarna svona eini ungi leikmæri sem að tók yfir deildina. Ég fannst Jói Bjarni ekki taka yfir deildina. Hann var frábær í byrjun. Sammála því, hann var geggjaður. Hann var langbestur í byrjun. Skoraði nokkuð flott með. Þetta er ástæðan fyrir því Leifur að ég og Viktor erum sérfræðingar. Já, mögulega. En ég reyndar, horfði á alla leiki. Jú, hann skoraði skrýmera. Hann var frábær á miðinni. Já, og svo bara var hann sattur eða eitthvað, ég veit ekki. Nei, svo bara fór hann út. Hann fór út. Hefur gengið vel á KR eftir hann fór út. Nei, svo sem ekki. Ég reyndar það ekki hatt neitt með Jóhannes Kristi Bjarnason að gera. Jú, hann var langbesti leikmaður KR. Nei, ekki fyrir utan Aron Sig langbesti leikmaður. Lið bara föttu að leggja staðins aftur á völlin. Jóhannes Kristi Bjarnason var ekki að fara að leysa það sko. Það var ekki að fara að breyta því sko. Jóhannes Kristi Bjarnason er með frábær skot fyrir utan teig.
hversu geggja verður það þegar liðið leggjast á móti þér að vera með gauð sem getur bombað á 25 metrun. Við erum með mann sem getur bombað 25, við erum bestu löpp í deildinni ennþá sko. Einn, já, en þeir eru með 2 þarna. Já, alveg rétt. Já, hann er mjög góður, ég er alveg saman því. Lokaspurningin. Mér finnst þetta bara vonbriðin, mér finnst fáir ungi leikmenn á stíðu upp. Nefnið bara mjög gott. Einhvern annan heldur en Jóbjarna. Hvað er Daði Berg gamall? Daði Berg er 2006. Daði Berg gerði það í byrjun, já. Hann var frábær í byrjun. Já. En svo hefur hann verið bara middur síðan, óöppin, ekkert við hann að sakast. Voru að taka heilt tímabil svona. En svo finnst mér bara stóru sænin í bæði Breiðablik og Víking. Mér finnst ekki hafa verið eins... Allir hérna inni heldur að Gylfi verið lang bestur deildinni. Ég held það. Heldur það ekki líka? Jú. Ég ætla líka að bæta inn í þetta mestu vonbriðin og að því að hann gerir kröfur á sig sjálf og ég gerir kröfur á hann en mikil vonbrið í sumar Höskuldur Gunnarsson mikil vonbrið. Já, sammála því. Þá er það bara besti leikmaður Íslandsmótsins so far Patrik Pedersen. Alveg snögg afgreitt. Það var svona eina maður hélt með Vestra í þessu leik en þetta var umulegt að sjá þetta. Hann var að fara að bæta öll met sem hægt var að beta. Öll met. Hann hefði slegið markametið í 22 leikjum auðveldlega og hann hefði síðan farið hann hefði reykt hitt metið hann hefði verið með svona 29 mörg í 27 leikjum það er bara skelvilegt hversu mikil óhefni Móti kemur sterkur tilbaka klart mál en við ætlum að fara okkur yfir í enska boltan og það er sjálfsögðu í búið Orku Náttúrunnar í hverfarhleðsla við Garðatorg ok, veistla já þeir eru það hefur verið upp á mikil reist upp á tippið út af fyrir hvað ætlaði að segja það reist það voru upp á tittlingurinn út af fyrir tvær nýjar hverfarhleðslustöðar alls 4 tengi við Garðatorg í Garðabærum sem voru þetta fræbær staðsetning við leið á bókarsafni það er aldrei upp á Orku Náttúrunnar það er bara stað við töfum bara algjörlega tæra íslensku við töfum bara tendurinn íslensku þá er það bara ég geti aldrei átt rafmagnsbíl með mitt ADHD ég fekk rafmagnsbíl á láni hann þurfti að fara upp á pall að því að hann var rafmagnslaus nei, en þú veist og litur þá bara hjá þér bara ding, ding, ding nei, ég held alltaf eins og ég á nefnilega eitt gamla Pathfinder og blikka alltaf bensinljósið eitthvað good shit 80 km ég held ég geti gert það svona á cirka 0% eða væri ennþá eftir en það er 0% þá er 0% ég er dísilkall ég elska að starta Pathfinderum á mótnana yfir veturinn ég bara ítur í gang og svo bara gjössanlega stýr bensingjöfin í botn og kemur svartur reykur þetta er svo fallegt og við vitum að það verður heitara næsta sumar ef við gerum skiljan eftir í gáki fyrir utan love it það er líka dænat ég fæ 16 gráðu daga næsta sumar og ég fæ þakklætu hvernu hjá mig þegar ég hendunum í gang alltaf hlýtt upp í kórum elska með allir þegar ég gerði þetta það er dingla hjá mig klukkan 8:30 bara takk fyrir þetta Viktor þetta er lengur í gangi nei, allir rafmagnsbíl og hlaði Orku Náttúrunnar alltaf svo er það dænat borð fyrir 2 hvenær já, borð fyrir 2 já hvar ég reykti dænátmóti í golfi í fyrra þú gerði það? já, ég og Viktor Grundo spilum á -15 í Texas shit, það er rosa -15? á hvaða velli? Mosó það er bara eiginlega gali hvað er Viktor með fólki? hvað voru með að punktum? þetta er ekki punktur, þetta er höggleikur við spilum sérst -11 bara sjálfur og svo vorum við 4 leikfórkjöf þannig að við unnum þetta á -15 en byrju fekkstu að gefa bara dænat gast bara valir á hvaða veitingastað? Nei, menn sko kallið minni, ég þarf bara að sína mynd sko, ég fekk svo mikið flottasta mót bara sem ég farið í og hérna Inga Tinna maður hún kann að veluna já, og hlýtur að hafa verið einhver bónus bara eins og leikmaður stendur sér vel -15 já, ég bara aldrei heyrt svona skor fengum 2 erni vallametið í Texas líklega á Mosó 100% ef þið fáið ekkert að sóla hólmi þáttinn ykkar við höfum fengið hann hafið þið fengið hann? við höfum fengið allt eða fáið hann aftur já, hann vill ekki koma aftur spurrið hann út í heimsmeti hjá Vaffu á Spáni La Finca ég er bara ég er heimsmeistari í Texas Scramble og er ekki að heyra hann nokkuð sunnum en spurrið sól út í þetta við ætlum að færa okkur yfir í enska boltan 84 punktar hæ? 84 aldrei, ég er ekki þar að segja svo sögur
Aldrei verið að fullur og aldrei góður. Fá frá þeim báðum topp 10 spá hvaða lið munu falla. Látum kannski 2-3 setningar duga 7. til 10. sæti en förum síðan á dýftina og tökum klassísku Big Six. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, United. Þurfum að fara að endurskoða þetta Big og Six Aston Villa. sko. Fyrsta spurning, hvaða lið munu falla? Rikki má Ég skal byrja. Þetta verður Wolves, Sunderland og Burnley. Já, Ég með West Ham Burnley Leeds. Nei, West Ham bjarga sig þegar við erum búin að reka potti núna á hana september klárast. já, Ég held nefnilega að sammála Rikka að þeir fljótur að Rikka Potter en ég held að bara að þjálfarinn sem að tekur við þeim að því að ég fer yfir það eftir með Paqueta og allt þetta. Jú. Getur verið að missa hann. já. Já, þannig að ég setti West Ham áður en ég sá Xavi Simons hvert hann er að fara. Já, förum það eftir. Já, við förum aðeins betur við þá eftir með Xavi Simons en og Paqueta en ég setti West Ham Leeds og Burnley. Ok. Rikki, ég ætla að fá hjá þér núna 10. sæti. Everton. Everton, David Moyes. Hann tekur því líklega. Viktor. 10. Ég var með Forrest. Já, Bara solid bara, heldu Morgan Gibbs White bara fínt lið, þú veist reyndar gæti verið stutt í stjóraskiptið þarna. Það verðist ekki allt verið lagi þarna hjá Santos og eigandanum. Hann er eðlilegur eigandi. Eigandinn er náttúrulega snarbilaður sko. Já, ég set Forrest í 10. Þeir eru bara með fíntið, þeir eru bara með hörku strækja sem að skora mörk, fína vörð, góðan markmann, þeir eru bara með fínasta liðskilur. Þannig að ég held að 10. seti bara er flott fyrir þá. Fá kannski líklegt byrjanlið hjá Forrest í næsta leik. 9. seti. Ég er með United í 9. seti. Já. Ástæðan fyrir ég segi það er að ég held að og ég vona bara frá mínum dýpstu hjartarótum að Ruben Amorim verði þarna áfram í svona november og ef að það verður, ég held að hann muni aldrei vera lengur undir november að þá muni þeir ekki ná meira en 9. sæti eftir að þeir reka hann. Þeir eru með sömu vörn og í fyrra, þeir eru með useless defensive midfielders þeir eru bara gamlir, þeir eru með horror markmann og þar alveg setja þá í 9. sæti. Já, Rikki, við klárum bara United núna, við tölum alltaf aðeins það áðan. Hvernig sér þú þetta? Ég er með það í 8. Já. Hvað heldurðu að Jim Ratcliffe muni gera með Amorim til dæmis? Ég held, það sem ég held sjálfur, ég held að þetta verið dreigð og mikið á langinn. Það vinnist einhverju 2 leikir í röð og þá verið allt alveg bara paradís og eitthvað svona og svo kom 1 tapleikur og 1 jafntefli og já, það er aftur reset og svo kemur ykkur 1 sigurleikur og svo koma 2 tapleikir og svo bara áður en að menn vita af í november er liðið statt í 10. til 12. sæti og á ekki lengur séns á meistaradildasæti og þá er bara skipt aftur þjálfara og ég er því miður hrættur þetta. Já. Rikki, 9. sæti. Brighton. Já. Þeir eru flottir. Þetta er bara solid lið, þetta er bara, þú veist, það skiptir ekki máli hvaða leikmenn faraðan, það koma bara einhver aðrir í staðinn. Nei, sjáum það líka bara Potter er bara skam, þetta er bara Brighton mótili virkar. Já, þetta er bara Brighton mótili bara virkar og þeir eru bara alltaf með þetta sæti bara einhvern veginn og spila skemmtilega fótbolta, alltaf sama hver er að stýra þeim og mér finnst bara eins og Brighton eigi alltaf þetta 9. sæti einhvern veginn. Og Rikki með United 8. Viktor 8. Ég er með Brighton í 8. bara sama og Rikki segir, þetta er bara ákveðin struktur í gangi þarna og bara klúbburinn veit hvað þeir vilja. Já. Eins og Rikki segir, skiptir einhver máli hvað þjálfur þarna, það er bara sama dæmi í gangi og bara góður að finna leikmenn bara þetta er bara stabilisar klúbbur og veist, eins og segir, skiptir einhver máli hvað þjálfar, skiptir einhver hvað leikmenn spila, þetta er bara struktúr, góður struktúr og 8. sæti bara flott. 7, Viktor. Nú fyrir 1 í kólunum. Kannski segja hvað er í 7. sæti?
Ég ætla að setja í 7. sæti Aston Villa. Já. Ég með þá líka. Ok, við getum bara Báðum Aston Villa. Ég held bara að hérna svona Það verður ekki jafn glæsild og svona á síðustu leiktíð en þú veist, Nei, solid bara. þetta verður bara svona solid, þú veist, þeir fara í sambandsdeildina og hérna, þú veist, hafa ekki styrt sig eitthvað brjálæðslega mikið og það er ekki svona sami feelingur yfir þessu, þeir eru náttúrulega ekki í meistaradeildinu núna en ég held eins að þeir munu fara langt í keppnin hans. Good evening. Já, þú veist, bara sammála Rikka, þú veist, mér finnst þetta svona að vera aðeins á leiðinni niður bara eitthvað þannig að, þú veist, bara 7. sæti bara flott fyrir Aston Villa bara, þú veist, bara flott. Já, Rikki 7. sæti. Newcastle. Já. Ég held að Newcastle, þú veist, þó þau munu missa Ísak, þetta er bara ég fárlega hrifin að Eddie Howe sem stjóra. Sammála. Og bara hvernig hann næra að drífa alla leikmenn hjá sér áfram og bara leikurinn hjá þeim á móti Liverpool er bara svona kristallast bara í því, þeir eru einum færri á móti Englandsmeistarunum, 0-2 undir ná að jafna 2-2, þú veist þeir voru með boltan, sko, þeir voru lágu á Liverpool frá mínútu 90 og 98, ég held að Newcastle verði bara í fínum málum og Newcastle geti alveg þessna bara topp 4, sko. Ég er ógeðslega ánægður að Rikki sé ekki ennþá búið með Tottenham en ég er líka með Newcastle í 7. sæti bara sama og Rikki er að segja, þú veist, þetta er bara flottu þjálfari, flottu klúbbur geðveiki stuðnismenn, ógeðslega er þetta að koma þarna bara, við sáum það bara á móti Liverpool og vantar besta manni þeirra sem að sennilega ekki fara að spila mínútu í vetur bara, þú veist, það er bara passion, það er bara, þú veist, það er bara, þú veist, bara svona eitthvað togetherness í þessu liði og þeir eru bara góðir, þetta er bara góð miðja, bara fín vörn, bara fínasti markmaður smá á, einu ákveðinu er kannski sóknarmenninni, þú veist, þeir þurfa að fá sóknarmenninni í sumar en ég er bara samanlega virka, þú veist, bara 7. sæti bara flott þarna, bara geðu ykkur þjálfari líka. Ég ætla bara að fá að segja það, ég ætla að slæði föstu, þetta verður settlað með Ísak. Það er ekkert annað að fara... Hann fer í Liverpool. Nei, hann fer ekki, af hverju ætti Liverpool að... Af hverju ættu þeir ekki að selja 130 milljónir? Er Liverpool að fara að borga það? Já. Jó, bara flottur, ég vona það. Liverpool þarf ekki sendir, Liverpool þarf hafsend. Hann fer í Liverpool. Þeir þurfa hann ekki, sko. Þeir þurfa hann alls ekki neitt, en hann fer ánga. En ef ekki, þá er þetta bara, þá er bara einu lust. Það skiptir ekki máli, þá bara kaupa þér eitthvað annan gæja og... sem verður bara fýtt, skilur, bara Nicholas Jackson nei, hann er þetta fyrir bæinn. En þú veist, ég segi... Bara kaupa eitthvað Vlahovic eða eitthvað, skilur. Ef Ísak fer ekki til Liverpool, þá hljótar að setla þessi mál og hann bara spilar. Ég er ekki viss um það. Er þið bara komið þangað? Þetta sé bara óafturkræft og... Hann er búin að haga sér það illa. Já, mjög illa. Mjög illa. Hann á ekki breyk. Í með búið. Hann er ágreitt. Viktor, 5. 5. sætistrákar. Það er okkur manni þetta ekki þegar ég kíkja á þetta. Nei. Chelsea. Já. Vist bara Chelsea fínn hópur. Þú veist geðveik miðja hjá Chelsea. Mér finnst svona mér finnst vanta klárlega hafsendarninn, mér finnst þessi Estaf og koma að byrja tímabili frábærlega, mér finnst vanta samt svona mér finnst klárlega vanta hafsendarna. Ég væri til í 9 þarna líka og mér finnst þetta að velta rosalega mikið á Palmer, hann er alltaf búin að vera kaldur frá því í svona janúar eitthvað svo leiðis. Þannig að svona 5. sæti Chelsea bara fínt, hafsendinn væri mjög gott og svo svona 9 til að challengea sjá Pedro vantar klálega. Já, sko Delap er góður. Delap er enda mjög góður. Hann er miklu betur en ég held. Já, Delap er fínt. Já. Já, Rikki, 5. Tottenham. Já. Og það verður fagnað í Norðurlundunum langt fram eftir næsta sumri. Þeir eru komast í meistaradeildina og aftur en þá á góðri spilamennsku. Ég fín að trúa á Thomas Frank því einhverju sagði bara það er fá Thomas Frank, ég bara sagði nei, ég held að þetta sé bara besta sem gerst fyrir Tottenham og ég held að Tottenham verði bara mjög skemmtilegri vetur. Ég meina hann er bara að gema Dominic Solanke bara á bekknum og hann er bara búin að kveikja á Richarlison og hann breytir bara systemi en að því sögðu að Tottenham endar hann í topp 5 það er að þessir plastkúlukallar í vörninni haldist heilir. Já. Það er algjört lykilatriði. Viktor, þetta er bara aðeins Tottenham núna?
Ég með þá Ég er með þá í fyrsta Nei, ég er með þá í fjórðasetti bara sammála Rikka Thomas Frank bara ég ætla ekki að ljúga ykkur ég var ekkert brjálæðislega spenntur þegar hann var ráðinn í sumar svona fyrstu 3 leikir sem ég hort almennilega á PSG, City og Burnley frábær fokkin þjálfari eina sem að sammála Rikka við erum með ég ekki að ljúga ykkur bestu vörnina þegar útöki komin inn top 3 besta vörnina í deildinni ég segi bestu fyrstu 4 já, og ég alveg til að skjóta það bara, það ekki að snúa upp hendunum með þar já, eins og ég segi bara frábær vörn, Palinja geðveik kaup bara þessi 6 fyrir fram að þessa vörn markmaðurinn mjög fín ég skil ekki menn sem eitthvað pirrar út í það mjög fín vörn mjög fín markmaður geðveik vörn, geðveik 6 Bentancur frábær miðjumaður strákar Deja vu nei ég er samt sammálum Bentancur geggjaður miðjumaður strákar Það er besti leikmaður í heimi það er ekki nei strákar hlustið það á mig núna Bentancur í fyrra ekki taka mark á því hann var að koma og krossbandast hefur einhver leikmaður átt best geðveikt tímabil eftir krossbandaslit nei Bentancur sleitt krossband hann var fínni fyrra hann verður sturlaður í vetur þetta er topp 3 besti miðjumar í deildinni Kudus geðsjúk kaup Richarlison það er HM ár hann er brassi hann er númer 9 ég er til í að taka veðmál við hvern mann sem er Richarlison enda með fleiri mörk heldur en Gikeres Opin tjekki Nei, ég er að bjóða þér Það er opin bara ekki opin tjekki ég á ekki það mikið penning Nei, Viktor, bara ég og þú en það sem þið talandi miðnættis að því ég þannig að þarf að fara að rúlla já, ég verð ekki lengi í viðbót ég ætla bara að segja ykkur Chelsea tekur 4. sætið nei, strákar ég var að horfa á Twitter í dag Xavi Simons er mjög líklega að lappinu dyrna hjá Spurs Nei, hann er komið til Chelsea nei, það er búið hann er að fara til Spurs Við sóttum bara Garnacho okkur vantar kantmann einu ágætu sem ég hef í vetur það er meistaradeildin allir sköllóttir Tottenham-stjörnur sem er svona veikir það er Hjálmarur, það er hann og bara einu ágætu sem ég hef í vetur er meistaradeildin það er leikjálag og það er breiddin en við eigum Kulusevski inni við getum ekki talað Mattisson með en leikmaður, ég ætla bara að svara spurningunum núna leikmaður sem ég held að springi út í vetur Pavesar hann verður geðveikur Rikki, 3. sæti 3. sæti, ég ætla bara að klára 3. sætið það er Arsenal svo kemur Man City og Liverpool ver titilin ég er með Liverpool City Arsenal vinna Arsenal meistari því miður mér finnst Arsenal bara áallega ég bara að fara að laga bút sko Arsenal nei, þeir eru aldrei að fara að vinna því miður, þeir eru með ógeðslega góða vörn þeir eru með geggjaða breytt þeir eru komni með 9 sína því bara, Rikki minn því miður fer ég að fara að loka Twitter í vor ég trúi ekki ég veit það, þetta er hræðilegt en það er skýta tilfinningan Akkur tekur Liverpool ekki hvað er vörnin hjá Liverpool hún er ekki frá þeir þurfa hafsend þeir verða að fá hafsend málið það, þeir eigi ekki að eyða orkun í Ísak þeir að ná sér í alvöru hafsend ég held að vörnin að því að þessi ekki tíka ef þessi ekki tíka fyrir að spila geðveikur hann er að fara að raðinn mörkum ég er bara því miður þá ég held svo mikið með Liverpool í sér deild frekar Arsenal því miður þá er það vörnin en er ekki nóg að vera með besta miður heims og hafa bara einhverja reiki með hann nei, hann getur ekki með trúð við hliðin á sig sko nei, það gengur ekki hvað er Liverpool búið að fá þessi mörg í fyrstu 2 leikunum? 4 allt og mörg í 2 leikjum bara því miður ég bara það hryggir mér svo mikið að segja Arsenal í fyrsta sæti sagði þetta líka fyrra ég sagði þetta líka fyrra og hvað voru í öðru sæti? Sumi langt á eftir titlinum samt Sumi á öðru sæti Herru drengir, ég elska ykkur, ég þarf að fara að henda mér heim ég er búin að sitja enn 2 tíma Hettileg framstæðar ekki, þau komum kærlega fyrir kvöldi og gaman með þér förum aðeins betur yfir Stjörnuna og Tottenham þá takk fyrir mig drengir takk, sjáumst þetta er í fyrst sem þetta gerist
Já, en Arsenal bara Hann fekk nóg þegar hann spáði Arsenal titil. Já, ég skil það vel Hann bókstæðlega lappaði út Ég er fúll út í sjálfum mig en bara Arsenal með þessa breytt bara með þessa vörn með 9 frábært Svo er það Höstrand. Höstrand Já, Sjöstrand, auðvitað bestu vinur okkar í kaffinu. Er ekki Sænskæði- 50% afsláttur með kóðunum CAD Jú, og það er bara nákvæmlega þannig þeir eru auðvitað sjálfbærni að leiðaljósi. Getum við mætt með kaffivélina til þeirra. Já, Það er upp í verslun og það bara skiptir ekki máli hvað er aðinni. Ef þeir finna ekki út úr því, sem þeir gera, já, hún er þá bara græða nýja þau. já Og hvar er þetta? Í borgatúrunum góða Jú. Ég kíkja oft þetta, bara alltaf heilsa. Fárið bolla Já, glæsilegt. Höstrand Höstrand. Já, við erum það búin að fara yfir eftir sætinu og við erum bara alla töfluna. Við sitjum 3 eftir Já, mistum einn. 3 fílar eftir, en Brennsla reykur sig ekki sjálf Hún reykur sig ekki sjálf nei. En lengjan, auðvitað, setur spenni í leikin. Gerðu það Hvað er lengja með á stjörnuna? Það er örgulega helviti góð stuður Ég var eitthvað að skoða þetta hvort að maður fengi eitthvað á KR að þeir myndu ekki falla. Það var ekki til að tala um. Nei Svo er það... Það hittnaði, ég ætla bara að segja það hittnaði alveg í samræðanum með náðan Það var gaman Já! Með hvað aftur? Bara þeir fóru að rífast, ég Á, kunni að gott, meta það já. sko. Ég með stjörnuna? Já, Subway, sorry, ég ætla ekki að tröfla þig Nei, þú veist, það er oft talað skilur hvernig er það þegar 2 deila þá er oftast Það voru rýrvildi Já, það var svolítið Það er rifrildi Það flóknar það sko 2 deila, það var rifrildi Það getur að sláða með neitt bara, ef það 2 deila, það voru bara rýrvildi sko. Subway, veislublati Líka 6-10 manns, já fyrirtæki eigendur ef þið viljið sparnað heyrið í vaffu Já, við getum tekið þetta Já En Subway, veislublati fyrir 6-10 manns 7.499 krónur, það er náttúrulega bara Fyrir hvað marga? Fyrir alltaf 10 manns Á manni það ekki? Nei, þetta er bara Fyrir tóta. Ekki á mann? Nei, þetta er tóta Shit. Já, þú veist, þetta er lýgilegt og bara því ég veit ekki hvað við erum búin að tala um tilbúið lengi þeir eru ekki að hekka þetta 1 krónu sko. Nei, þetta er gleyma því átt Ég held að vera verðbólga Já, ekki þarna Ekki á Subway. Ekki á Subway Ekki á Subway Skúli er ekki með verðbólga Skúli veit ekki hvað verðbólga er Nei. Hækkar aldrei Aldrei Það lækkar Nei, bara ég Skúli þarf að hækka þetta Það er verðbólga En herri, ok Við erum búin að dekka, við erum að afgræða meistarna, það er Arsenal, en hvaða lið munu koma mest á óvart? Spurs, klálega Endur í 17. seti fyrir og verið í topp 4 með ár Já, Bara Savi Simons við það að labbítinnar þegar við tökum upp Já, Hann er góður Og Já, hver verður fyrstur reikin? Ég ætla að segja að það verði Hítur og Amorim Já, Nei. Ég er að vona frá dýpstu hjartarótum að hann verði ekki reikin Þú veist, ég er að vona að hann verði reikin í svona november já af því að hann verður alltaf reikin Graham Potter en ég er samt með Amorinu að lista sko ég er bara hrættur hann labbi á þriðjudaginn á laugardaginn eftir börnuleikin Já, ég er hrættur hann labbi út eftir það en bara vonandi vinnaði Burnley 3-4-0 og hann heldur áfram og verði reikin í svona november og þá verði það mögulega Graham Potter sorry, ég verð að skjóta inn Já, ég veist að tölum aðeins um þetta á hann en Semi United vinnur Burnley bara 6-0 bara all guns blazing Sko, ég persónulega held að sama hvernig leikurinn á laugardaginn á myndi Burnley fyrir þá á hættir hann Já, ok ég hlusta á viðtal við hann eftir Grimsby-leikinn Já, og hann heitur þá mér fannst hann segja í viðtalinu bara ok, veist, ég er hættur basically mér fannst spyrillin bara ekki pikkað upp og hérna skeita hans þar Það er ekki verið allar að vera spyrir þar Það er rosalega að fá bara upp Vaffuð þar? Já, það hefur verið gott Herri, sko hver verður fyrstur, nei, fyrirgeðu hver verður bestu kauptímabilins? Ég ætla að segja ég var búin að skrifa niður ég ætla að tjekka á því en ég er allavega með Palinja Sjá Palinja fyrir fram að vörnina fyrir fram að bara topp 3 bestu vörn á Englandi og svo var ég líka með honum að því ég get ekki haft bara Tottenham menn þá var ég með ekki teki ég held að muni raða þeim inn í vetur lúka vel fantasy menn, takið hann Já. ég held að muni vera frábær í vetur Að þú myndist á spilin eftir leik þeir klikka líka eins og aðrir
Spyrillin? Já. Að hvað leiti? Nei, bara, þú veist, maður Ykkur þá eða? Já, bara, maður hefur heyrt einhverju sögur að meira þess að menn íslenski menn hafa mistið síðan á stóru sviðinu, sko. Já, maður heyrt að því. En Palinja er bara, úst, þegar hann var í Fulham fyrir 2 árum, þá þetta var svona einhver besti svona bólvinning miðumæður í deildinni. Palinja, þegar þú setur hann fyrir fram að þessa vörn, ef hún helst heil, þá heldur þetta að verið frábær kaup. ég er ekkert hissa ef þeir myndi bara stela þeim Þóra, sko. Verða bara englandsmeistar. Nei, mér heyrist það. Hakan fær ekkert í gólfið, það getur að loka því, sko, það getur að loka því. Verstu kaup tímabilins. Já. Benjamin Tesco. Já. Hafið verslað í Tesco í Breitlandi? Nei. Ég látaði fyrir því. Það er svona ódýr maturverslun, svona svipað og Bones. Þannig að Benjamin Tesco. Já, Benjamin Tesco. Er það Temu útgáfan eða? Það er svona Temu útgáfan, já. Já, Ég held bara því miður að hann verði verstu kaupinn og hann skori svona 9 mörk max. En það er samt greiðlega mikið trúan og hann var settur á 11. víti. Hann var settur á 10. Bara svona, herruðu, setjum strækun okkar á 10. vítið. Hann er vanur að skjóta honum inn í teig en setjum delikt fyrst. Og Nana. Herru, ef einhvern annan Sesko alltaf réttu pönd bara, ég skal taka Ónana, ertu til í 9. vitið? Nei Sesko, þú erum með 10 ok, þú erum með 10 Ég held að Benjamin Sesko verði vestu kauptíðabil Ekki byrjar þetta vel. Hvaða lið munum alltaf mestum vonbrigðum? Hvaða lið munum alltaf mestum vonbrigðum? Það er alltaf gefur augaleið af því að svona fyrir svona hinn almenna mann kannski ekki, er þetta ekki svona obvious en svona fyrir sérstaklega stuðnus með þessa liðs þá er þetta að klárlega Manchester United. Ég spáði þeim í hvað 9. Rikki var með þau 8. Svona megin þorði stuðnismanna þeirra svona 95% þeirra spáði þeim í topp svona 4 allavega. Ég held að þeir verði mestu vonbrigði tímabilsins, fínn gluggi hjá þeim, bara flottur gluggi. Kona mín og skilur sem að fá krabbaminn, fara í aðgerð og fá sér nýja brjóst. Það er svolítið United. Markmaðurinn var ömurlegur, vörnin var ekkert spes, sóknarlega voru þeir ekkert frábærir í fyrra. Þeir voru að skapa mikið, þeir voru ekki að nýta færin en ég hefði viljað sjá nýja markmann, ég hefði viljað sjá djúpa miðmann hjá þeim, svona hlaupa gikk. Þeir eru ekki búin að koma með það, þannig að ég held svona að þú veist, þetta verði svolítið bara sama leikkerfi, aðeins betur leikmenn, sömu vandræði. Já. Hver verður leikmaður ársins? Leikmaður ársins, ég ætla að athuga hvað ég skrifaði allavega það sem að ég var í heimavinnunni. Leikmaður ársins Ættir að hlýta þér. Nei. Verða ekki bara Kólilli Palmer? Nei, vonandi. Við eigum hann inni. Já. Við eigum hann sannarlega inni, Gregi kallinn. Já, betra. Leikmaður ársins held ég að verði Declan Rice. Ok, já, þú ert harður nallar. Nei, ég er alls ekki harður nallar, bara langt frá því, en leikmaður ársins verður að koma úr liðum sem að vinnur deildina. Þannig að ég held að leikmaður ársins verði Declan Rice. Já. Ég held það. Já. Heyri, við erum komin í þetta var geðvik, yfirlokk markaðasta. Já, hver er markaðastur? Ég er bara skjótinni að það er oft talað KDB og Sala sko. Ég heldur séum að sigla inn í ég held bara Ríó Ngumo og Declan Rice séu bara næsti núna sko. Já, sorry, já, tæra þér. Hver verður markakongur og hvaða leikmaður með spring út? Leikmenn sem að fara frá Chelsea ætlaði að benda við. Markakongur held ég að verði Haaland. Já, bara hot take. Hot take obvious jokes. Leikmaður sem mun springa út í vetur verður Pappesar. Já, Tottenham. Já. Ég held að fólk muni svona átta sig á því hversu geggjaður sá gæi er í vetur. Þetta er það tímabil, það sem fólk átt sig á því. Þetta er það tímabil, já.
Rittararspurningar búið Devin Jones og ég ætlaði bara að leyfa þetta Viktor eiga orðið fyrir Devin Jones bara, þú sendir þegar ég er líka ákveðið- einhver mesti Devin Jones maður sem þið finnir Þú ert David Jones maður Já. og mamma er líka Að mamma mín líka, mamma mín elskar þetta og ég gera það líka Er mamma þið með þetta á náttborinu? Nei, hún er ekki með þetta nokkur hún er bara með þetta í eldur Pappi vinnur og hún fer fram og hún er ekki svo leysarinn hún tekur ekki aukalið fyrir en Viktor sendi á okkur bókstaflega heyrðu þetta Devin Jones dæmi þetta er ruglið Geðveikt Þú ert sinnabónkall Ég bæði Cinnabon og svo er ég rosalegu peanutbuttermaður líka sko. já, Og átt mango chili twistin inni Já, hann er ný, ég hef ekki á smakkað hann hann sko. inni maður Það er já, rosa- Hann er fáránlega góð já Ég þarf að taka þetta hjá okkur á eftir náttúrulega Eagle Golferðir eiga alltaf fyrir spurninguna þeir alltaf fengu alvöru Já, sjátt að þeir þeir eru búin að fá byrjun sína Eagle Golferi, förum aðeins aftur í það Shit nei, þeir bara að spyrja hvernig hefur gengið að Viktor í sumar Eða það inni líka Frábæli sumar Ég var einmitt í golfi í svona hálfpartinu bóði Eagle Golfera Ég spurði alltaf Átna áðurinn ég fór í golfi í sumar Átni, hvað vill ég spila? já, Þá senda mér, fara að vista beigja já, fara að vista beigja í dag Taktu finguna Loromero Hann svona lóðsaði með sig gegna Átni er bara ekki fara til útlanda á þess að tala af Átna Það er geggjaður gæi sko. Og padel tölum að sem padel eða allir padel í útlöndum talið við Átna já, geggjaður gæi Já. Ég fer ekki í padel á þess að vera með Átna með mér nei, Það er bara svoleiðis nei Ég er ekki svona að ljúga því sko. Ég hef held ég aldrei farið í padel á þess að vera með Átna Hvað hefur Átni á því? Hann hlýtur Það að er eiga eftir á því ígúlferðir það er sem hann hefur á Hann hefur ígúlferðir á mig Það er nákvæmlega það sko. þessi er til Rikka en þá erum við til Viktors Þetta var nú kannski mest förum við það. Þetta var nú mest til Rikka en ég skal svara þessu fyrir Já, Rikka verður við ekki að gera þannig fyrst Rikki farin Að Rikki farinn. Viktor svarar fyrir hans hönd. Ég skal svara bara Já. fyrir Rikka til Sorry. Rikka Sorry Rikki já, er þetta túfatalið þungavöktin ekki orðið vel þreytt þar sem Arnar Gretarsson vinnur ykkar gerði ekkert með þetta valsli og hefur raun ekki gert neitt af þjálfarferðlunum þegar kemur á titlasöfnun nafnlaus riddari Sko, nú setið mér vondastöðum maður já, ég veit það Ég er alltaf mikill Adda Gretas maður Þú ert og, það. og hérna Adda Gretas gerði bara flotta hluti á val Veist, hann hérna annað sæti hjá þeim dettur út í undanúrslitum í bikarnum er látnum fara þeir eru 5 stigum frá toppnum þannig að Addi Gretas er frábær en Túfa er líka mjög frambærið þjálfari já, hann er ótrúlega bara flottu gaur, næskæi bara ótrúlega vinnusamur agaður, skipulaður Túfa er frábær þjálfari þannig að báðir gott sjátt frá Rikka já en getur þú tekið undir að þetta er svona eitthvað túfa heit þarna í þættinum hjá þeim í þungavöktinni klálega, já, og þú hefur fundið fyrir því þeir hatan já, ekki allir, nei, mækarinn er harður túfa með þér sko Mækarinn er mikill Túfamaður Rikki er svona beggja blanda og svo er Stjáni hatar hann já, Stjáni hatar hann bara af hverju veit ég ekki Hérna er önnu til Rikka hversu erfitt er að halda kontról á Stjána eigum nokkra frá fræga klippur gríska rotta einu mjög góð til dæmis og Mike alltaf jafn chillar á móti Herri, það rennur ekki mækarinn blóðu þegar Nei, þessu get ég náttúrulega ekki svarað ég hef ekki þurft að díla við Stjánan í þessum ham þannig að ég get bara eiginlega ekki svarað þessu er ekki bara hrósa Rikka Rós og Rikka, Rós og Mike fyrir að standa stormin Ég ætla bara að spyrja þig ef þú myndir setja í þessar aðstæður að Kristján væri að öskra Ég veistu það, ef ég sæti með Stjána í þessum gýr og hann verður svona rauna svo niður mig Hvernig myndir Viktorinn að bregðast þig? Ég myndi fara að rífast við hann í einhverjum einasta þætti sko. þessi er endur í alveg til Viktors já Vá, frábært Sjokkur Sjöldis bara Hörru, kaffi það er bara, Nei, og spurðið kaffi. ykkur hann Vá Ágúst Ásbjörnsson spyr er Viktor unna jafn mikið undrabarn í padel og hann var í fótbolta? Já, stuttasvarið Stuttasverðið er já Ég er að læra líka af alvöru gæjum Ég er að læra af Gústa, ég er að læra af Pétri Ég er að læra af Átna, ég er að læra af alvöru mönnum Þannig að ef ég væri ekki góður í padel í dag þá væri ég bara lélur í þetta maður Já, Ég er að læra það miklu meisturum
Orri Romano næsta, enga spurningar frá mér í dag Ekki segja þessa, ég sá þessa Og svo hann leitt sér að starfi Hann er litið að starfi Ég tek þess ekki gilda Spói Þrastar segir hefur hitt að Rikki sé bara fýtt DJ en hvernig stendur á því að tónlisturinn F957 er ofta alveg hræðilega léleg þessi ofspila útvarps hannaða tónlist Og því að Rikki fær ekki að ráða öllu ef hann fengir á öllu, það verður bara topp tónlist Frábær tónlist Lúkas Leo spyr, af hverju er Rikki hættur að mæta í sporthúsið, ertu Ozempic sjúkur? Af því að Rikki er með sprautu sem heitir Ozempic og hann er í topp standi og þarf ekki að mæta lengur Hvernig fannst þið myndin sem ég setta á ykkur báðum? Því náttúrulega, já, vá Það verður náttúrulega allir að vera með á Facebook taka þátt í rittaragrúpunni og líka á Instagram Á Facebook, sko, myndin sem þið settuð að mér og Rikka í drótúr þið hafið aldrei fundið Í dróttur Já, Rikki var aldrei að feitur og ég hef aldrei að feitur á æminni Ég reyndi að velja mynduna Já, ég og Rikki erum í topp standi í dag og þið völdu okkur bara svona 15 kílóum þingar við erum í dag sko. Já, það tilur Já, það var til já. Birkir lítið lýsa þarna Arthur góðu spyr til Rikka, vildi bara láta að vita út besti fjölmjölum á Íslandi, verði ekki bara taka út til það strákar Takk fyrir það, segir Rikki Lúkas Leo á loka spurninguna áður hann að Leifur henda okkur í El Grande sem er síðast í liðu kvöldsins og þessi er í alvörunni til Viktor sko. Ekki djóka Vá, í alvörunni, hann er bara í alvörunni Viktor. Hann er í alvörunni að spyrja Viktor Viktor, ef þú mætti stinga þér inn í eitt þjálfara teimi bestu, hvaða teimi verður það og af hverju er það Jölliból? Það er að fara að vinna deildina Nei, ok, bursið var gríni eitt teimi, í bestu Byrjar á morgun Byrja á morgun, ég var náttúrulega var í frábæri teimi á Túfa Já, en vá maður var það Jölliból eða? Jæ Það var þetta gaman að vinna með Tottenham Legend Ég veit ekki um það en vá maður Ég væri alvörinu til í að fara í Víking Já, og ég væri svo ótrúlega til að læra að því þeir eru með stjarnanenda líka Víking eða stjarnana til þess bara ég var ógæsta til að læra af leikareinandunum hjá þessum teimliðum þeir eru með tvo bestu leikarandi deildarinnar ok, er svarað? Já Herri, það er komið að loka liðnum Fremur að gemi takk El Grande sem átti að vera fyrir mig og Rikka Já. en er fyrir mig og Birki Já. og Birki veit öll svörin Nei, já, Nei. já. ok, hann samdi El Grande Já. hann Já. ok, þetta er svolítið ok, Ok, all right Herri, hann hljómar þannig í kvöld að byrjað á Fremur að gemi takk jú, það eru auðvitað frumir og kemi sem eru með okkur Ætlaði að gleyma þeim Nei, það er Glussin. greina, já. Glussin Hann ætlaði að gleyma Hann glussan ætlaði að gleyma glussanum Ó nei Það er að þið myndið eftir glussanum Ja, Glussa glussin. vel í ykkur hérna Já, það er rétt. Og ég Talandi um glussa Já, Ég vona barni í janúar Já, það er fjórða rosalegt. Glussaði inn þar sko Önnur stelpa Fjórða stelpan Eh, Glussaði inn Það þar Og til heiðurs þér þá var að vikunum hjá kemi smurolja Smirðan hann og setur hann inn Smirjan Já, og það er kemi var að vikunar en svo eru þetta með frumherja og Birkir. Það er bara áttaði skoðun og allir í skoðun takk. Ég er í nýju skoðun, ég er að fara í næsta manni Já, þetta er ekki bara að drífa þig Hvað ég segja, tjess Svo erum við með bílprófi líka á fleira sko. Jæja, En herri, jæja núna er HM á næsta leiti HM Já. 2026 og því er El Grande einfaldur í kvöld Við viljum einfaldlega fá lið sem er leik á lokakeppni HM okay. Já. Bara endalust Þægilega verður það ekki 83 lið og ekki? þetta er einhver 83 lið heildina, jú Ekki það, ég veit það Nei, Það ekki Birkir að Birkir samt hafi þetta hugmynd- sko Nei, nei, Alltaf læg, ok Hvað er að lesa þetta listan? Nei Herri, en ég vil fá þetta aga í dag Ég ætla bara að halda jöfnum tempo Ég ætla að skrásetja hjá mér hvert einasta skipti og ég ætla að vera þéttur á klukkunni en ég ætla að leiða Viktorinn að byrja þá held ég þetta jafnist út svona fyrst að Viktor Já, ég sammála Birkir því. samt í spurningar en Viktor fær að byrja Ísland, Ég segi Kína Argentína Brasil England
Frakland, Ítalía, Belgia, Spain, Holland. Portugal. Portugal. Varstu búin að segja Grikkland? Þessi getur langur sko. Uruguay. Og ég var með eitthvað annars. Paraguay. Scotland. Það er rétt ekki. Paraguay. Ég held að Paraguay sé rétt, en Skotland rétt. Já. Ég ætla með svörin sko. Bara einhvern tímann. Þetta er bæði rétt áfram á gakk. Já, Leifur, þú ert með þetta. Ég ætla bara að segja Svíþjóð. Danmörk. Ég ætla að svara alltaf svona í beit. Já, það er vel gert sko. Hvað er ég? Hvað er í gangi hérna? 5. Suður Afrika. Já. Ástralía. Katar. Það er náttúrulega mínu tætik. Írland. Norður Írland. Nei, Írland. Já, Ég segi það á Norður-Írland. vel gert. Já, maður. Kanada. Rétt. Suður Kórea. Japan. Trinidad, Tobago. Úkraína. Rússland. Serbía. Það er austantjaldið núna. Fyrir ég veist að telti það er sterkur. Sko. Nú hlustu þér alltaf öskra síma sín sko. Senast til menn bara slökka, þeir eru búin að fá nóg. Já. Þá ætla ég að henda í. Ég skal bara segja það eru nokkuð lönd eftir. Já, það er nokkulega eftir. Á, búin að segja. Ég kláður með mitt. Já, flott þér. Vá, þetta er erfið. Við ekki setja countdown á stað. Setja countdown á stað. Countdown á stað. Orri Fabriaccio. Tic-tac. Noregur. Kanada. Nei, Nei, var ég búin að gera það? Sorry. Vá, ég var ekki svona að hugsa. Senegal. Já, Ivory Coast, Fílbastrandin. Króatía. Króatía, auðvitað. Já, segi nokkuð. Króatía. Dú. 5. Bíddu. 4. 3. Svíþjóð. Wales. Bíddu, var Svíþjóð ekki komin? Já, komin. Já, komin gult, bara á gulu. Gult og hann sagði Wales. Já. Írland á komið, Norður-Írland á komið. Okkur vantar náttúrulega Slóveníu. Já, rétt. Ég sagði Wales við honum. Já. Það er ekki rættur. Það segir Slóvakía. Það er rétt. Belarus. Belarus, nei. Það er ekki. Hvítarússland. Ha? Rétt, því miður. Ha? Er það rétt? Þú varst á gulu, sko. Ég var ekki á gulu. Nei, Viktor var á gulu. Nei, ég var á gulu. Þið voru báður á gulu. Ég var ekki á gulu. Jú. Nei. Varst ekki á gulu? Hvenær fikk ég guld? Nei, hann fekk ekki guld. Ok, nei, já. Það er fleiri breyða. Okay. Jú, Kanada. Nei, Kanada. Kanada kom tvisar, gæði guld. Nei. Nei, það er alveg rétt, sleppið bara. Ég var ekki á gulu. Já, það var ekki á gulu. Ég fekk guld þarna. Vá. Gult núna. Ok, Tókó. Já, þú veist. Ok, þá varstu 2. Ghana. Hún var mér ekki í Afríku, sko. Saudi Arabia. Það er rétt. Ég er að kvikna núna. Þú varst búið með Trinidad Tobago. Klára það strax. Það var fyrsta. Ég var með Ghana. Ég vissi að þetta er skemmtilegu leikur, sko. Uganda. Nei, það ekki að þá. Yes! Það var mínu menn í Uganda ekki náttúr. Ok, hvað ofíuslið vantaði? Ég er nokkuð viss að Viktor hafi verið á gulu með Kanada, sko.
svona eftir á ekki Ok, Var Kanada aldrei eða? Þú veist við bara allt eftir sko Túnis, Morocco, Kolumbíu vá Nígeríu, Perú Nígería, Við já áttum allt eftir í Suður Ameríku maður Alsírs fullt af góðu stöfi hérna sko Norður Kórea hefur meira að tekið þá Kúba. Ég var að bælja að fara í mína meinu Norður Kóru sko. Indonesia, Republiki, Kongo Austur Þýskaland það með geta verið sniður Það er bara Austurríki Írak, Íran Angola, við áttum nokkur Afrikuríki eftir Panama Við tókum ekki svona riðilinn okkar á HM sko. Nei, það var einhver í pottinum sko En Rikki G, takk fyrir komuna Takk fyrir komin Viktor, takk fyrir komuna Við gott kvöld